Velkomin í GFF podcast. Allt Jiu-Jitsu fyrir Jiu-Jitsu. Velkomin í GFF, þáttur 11 að ég held. Við erum með hann Gumma hérna. Gísla, velkomin. Gíslason, fyrirgefðu. Velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Herri, við vorum að ræða hérna með hvernig er þetta betur og betur glímunum með að setja skjá og þetta dót? Já, bara rétt að við byrjum. Bara rétt að við byrjum. Já, á mótunum. Já, á mótunum. Ég væri með til að vera með, eins og þú segir, sko, ég væri til að vera með stóra skjá og vera með vídeo á hvert skjá. Getur þú hort á hverja glímu? Það væri rosa næs, sko. Það væri þá. Geta fylgst með, eða þú veist, ég er náttúrulega, hef keppt í ólympískum liftingum og þar, þú veist, þetta er kannski minna, maður getur séð, þú veist, þetta er kannski ekki mikið action, en ég sé náttúrulega bara alltaf gólfið, sko. Já. Og ég veit hvað er að gerast, eða þannig. Þú veist, bara hafa niðurtalninguna allavega þannig að þú sjáir hvað þú ert í röðinni, það væri rosa næs. Það þyrfti að gera það, eins og til dæmis þegar við erum með smúðkapar allir í símónum, ef við værum með, segjum 3 skjái, 1 uppi og 2 niðri, gæti fólk verið að fylgjast betur með þessu, þetta er alveg, mér finnst það geggjuð hugmynd. Þyrfti að gera þetta þegar við erum komin í stærra húsnæði, að vera með stærri skjái til þess að vinna niður. Já, það þyrfti bara að segja þegar ég hugsa það, þarf þetta ekki að vera rísa skjár, þú veist, ef það er nóg að geta labbað upp að skjánum og segja, heyrðu, já, hérna er ég, ég er eftir 3 glímur. Þetta var eins og IBJJ, þegar þú ert komin í pittin, þá er skjár og það er manneskja sem kallar á þig þegar 2 glímur eftir. Já, það er náttúrulega rosa næs. Það er fárlega næs. Það ætti náttúrulega ekki að vera sjúklega flókið að implementa þetta inn í mótin. Alls ekki, þetta er svo því að með iPadin hérna á Hvítur og Leiksýr að labbum og þú veist, þetta var svo gott. Þetta væri með gott að gera þetta á næsta ungbátamóti. Við setjum stóra sjónvarpækstur og vera bara með þú veist smúðkampið þar. Já, bara þannig að fólki sjáu bara lista og það getur þess vegna verið inn í andirinu sko. Sérstaklega þegar þetta er mikið af keppendum eins og á krakkamótunum, þetta eru hvað, 100 keppendur og foreldrarnir er alveg lost, þú veist, hann var kannski aldrei komið hingað inn áður og alveg bara veit ekkert hvert þau að fara, hvar límugól veitti er 2, 3 og hvar krakkinn sinnir í röðinu og síðan líka, þú veist, smúðkomp er rosa frábært, en á mótunum og ég tekið eftir að það laggar stundu svolítið, þú veist, þegar maður er í símanum. Það gerir það, maður er alltaf refresh. Maður er að refresha þetta og síðan kannski treystum maður á einhverju upplýsingar sem eru þarna sem eru bara ekki réttar. Nei, ég lenti því í síðast ungbátamóti, eða þar síðast að þá var sérst Hilmar hérna, þá var hann komin út í bíl með þessa kæra líka, þá var komin út í bíl og þá ætti hann dættir 1 glímu viðbót, það hefði þurft að snúa við. Já. Þannig að þetta er... Já, akkurat, ég man þetta, það var einhverju hvítum leik líka sem fór hvert, kom síðan aftur, ekki? Jú. Það var þetta mín mistök, ég var að fikta. Já, það getur líka gert, sko. En síðan líka bara eins og við vorum hann út á grappling-industrí, það var bara ekkert netar inn í þessum... Maður þurfti alltaf að fara út til þess að byggja þetta, fara út. Ég reynda sko, Eiður var alltaf með fullt net. Ég held að hann sem er superstar internet eitthvað. Hann borgaði eitthvað ekstra fyrir það. Það getur líka vel að hann fengi Wi-Fi hann inni. Já, getur verið. Leyft þjálfurum að fá Wi-Fi. Já, getur verið. Ég fann það eins og þegar við vorum í Róm, svo labbarinn húsi og bara allt neitt dótt út. Já, maður náttúrulega er mjög góð vanur inn á Íslandi að vera bara, ef maður dettur í fjögi, ef maður bara eitthvað, heyrðu, halló, hvað er gerast úr? Hvað er gerast? Þannig að... Sæl. En þú varst í hérna kraftliftingu, hvenær, segðu bara frá kraftliftingunum. Ég var í ólympískum liftingum og það er kannski munum náttúrulega kraftliftingum og það eru 2 lyftur og það er bara snörun eða klínótsverk. Og síðan þú veist, það náttúrulega kemur út að ég var í CrossFit frá því 2011 þangað til bara eiginlega fyrir COVID. Ég var að þjálfa niður CrossFit Reykjavík í 6 ár cirka og þú veist, það var náttúrulega komið tímabil þar sem að bara nánast ef þú mættir í tíma þá voru helmingslíkur ég væri að þjálfa hana, það var örugglega 16, 17, 18 einhvern tímann. Þú veist, þannig að og þú veist, CrossFit fannst mér alltaf geggjað skemmtilegt en ólympískar liftingar eru bara miklu skemmtilegri. Þú veist, mér finnst liftingarnar af því alltaf langt skemmtilegasti parturinn af því, sko. Meðan sumir aðrir eru, svo einn hennar pappin er alltaf bara, hann er hlaupa maskina og örugglega líka góður í að lifta, skilur, ég veit ekkert það svo sem, en mér hefur alltaf bara fundist það mjög skemmtilegt. Þetta er líka, það er kannski svona svipað við liftingarnar og glímuna, þetta er rosa mikið pæling, maður er að taka upp alltaf nánast, ég á örugglega fleiri 100 klukkutíma mér að lifta að taka sömu 3 lyftur, eða 2 lyftur, þú veist, þetta er bara endurtekning, aftur og maður svona, það er sömu pæling, maður vil gera þessar hreyfingar eins, skilur nema hérna er það bara í staðan fyrir að vera 3 hlutir eða 2 hlutir sem maður þarf að vera góður í, þá er þetta
milljón, þannig að maður miklu lengur að læra orðabókina eða þannig en þá líka tekur miklu hvað ég segja, svona lengri tíma að ná skilning á öllum sviðunum skilur, það svona þetta er mjög fjölbreytt sko, sem ógeðslega skemmtilegt bara... Þetta mjög skemmt, mér finnst þetta svona svo að vera hérna Árni Ísaks sagði, þetta er svona eins og mennsk skák. Já, ég veit það, þú bara ekkert góður í skák og korteri. Nei, og síðan líka stundum að maður að glíma eitthvað og maður bara svona, já, ég veit bara ekkert hvað gerðist hérna. Þú veist, eins og fyrir mig, ég náttúrulega byrjaði fyrst þannig fyrir lungu, einhvern veginn í Mjölninu og Mýrakötu. Já, vá. Þú veist, þegar þið voru þannig að bara, það var held ég 2009-10-ish, ég man það ekki alveg. Það var ég bara úlingur. Byrjaði í tímanum hjá Axel, hann á úlinga tímanum. Og ég man eftir því, þú veist, þar fyrst kynnist í þessu sporti, þetta var náttúrulega afleitt staðsetning fyrir mig, ég bjó í Hlíðunum, þannig að þeir hefðu mátt að flytja bara 2009 beint og henda keilin út, sko. Það hefði verið frábært fyrir mig, því þá hefði ég örugglega ekki hægt, sko. Nei. Það er svona vesen að koma sér úr Vesturbænum, eða koma sér úr Hlíðunum yfir á Granda, sko. Þú veist, þegar maður er ekki með bílpróf. Það er verra. Það er verra, þannig að, þú veist, þetta er svona, þá þarf maður að hafa foreldra sem eru bara til í að skutla mann alltaf og það verður þreytt sko á endanum. Ég finn það eins og með hérna, foreldrar hérna eru mjög mikið að skutla krökkum og þú veist, þetta er full vinna að vera að skutla krökkum í æfingur og allt þetta er svo laufir í fimmleikum og öllu þessu, maður er alltaf bara skutla, sækja. Ég held líka að það er bara breyst svolítið mikið sko, þú veist, ég man ekki eftir því að hafa fengið svona mörg, þú veist, ég bjó samt alveg þú veist, ég bjó þannig í Skipholti og þú veist, að hjóla niður í Valsheimili, þetta er ekkert vegalengd, það er lengra frá þar sem við erum núna, eða styttra þar sem við erum núna niður í Fylkjeldur, þar sem ég var niður í Valsheimili og samt hjólaði ég bara, þú veist, ég hafði handboltað síðan frá ég var 6 ára, ég byrjaði síðan í glímu, ég var á sama tíma í glímunum handboltanum. Þannig að... Hvenær er þetta? Þetta er 2000? Sko, ég byrjaði handboltan náttúrulega bara 2000 eða eitthvað, ég var 5 ára og hætti þó bara í kringum stað, þú veist, þetta svona transitionið yfir í glímuna hana 2009, raunverulega og hélt síðan aðeins áfram í handboltanum út að það var niður í Val og síðan fór ég yfir í CrossFit 2011 fór á grunnnámskeið þar. Og alltaf verið í íþróttum sem sagt. Já, sko, þetta er náttúrulega smá, bara hefur verið nánast vandamál, sko, það að ef ég er ekki á æfingum og gleymi ég nánast að fara í sturtu því að það hefur bara alltaf verið default, sko, hjá mér að fara á æfingu og síðan fer ég í sturtu og ef ég þau tímabil svona eins og í COVID-19 þegar maður var ekkert að gera neitt eiginlega þá bara allt inni tók ég eftir bara 2 dagar og bara er ekki maður í sturtu í 2 daga og síðan bara, shit, ég er ekki að gera neitt skilur, þannig að þá byrja ég að hlaupa og ég ætla ekki að hlaupa mikið meira. Jú, það er fínt, ég ætla ekki að segja það sé leiðilegt, ég bara er ekki, það vantar eitthvað hlaupagennin í mig sko, alveg. Mér finnst rosa gaman að hlaupa, þú veist, á sumrinu þú veist, með góða tónlistarleys og svo bara datta niður þegar ég er búin að hlaupa heilt sumar og ég er ekki að hlaupa neitt. Ég tók þátt einu sinni í Mýrdalshlaupinu þannig að 2024 þá bara ákveði skráði mig það og ég bara held að þú veist, ég kláraði það hlaup það sem sendur inn til sjúkraliðana sko, því að kom grár í mark sko. Þetta er náttúrulega bara í sand og drullu sko, þannig að þetta var hrikalegt en það getur örugglega verið gaman, það hentar örugglega sum. Gott að vera mikið öll eins. Ja, mjög gott að vera mikið öll eins. Það er einn sem með mér á sjó sem er í Hyrox og þessu og hann var að utan með hlaupum og þú veist hlaup upp á Snæfellsjökul og eitthvað svona dót og hann var alltaf að segja sko, hann kom í land svo hann alltaf, mér leiddi svo, ég tók hérna Hellis heiða virkun eða eitthvað, að 40 km er bara gaur, gerðu þetta að þið leiddist, hvað er að þér? Þú veist, mér leiðist, þá kem ég hingað. Já, þú veist, ég líka bara, ég veit ekki, ég held að þú sést eins með það, þetta er svona, það er hobby sko og ég hef ekki tíma til þess að eyða 2 tíma á dag í að hlaupa. Nei. Bara þetta því að ég er með ómörg hobby sko. Nei, þú veist. Og ómarga krakka. Það er um þess að kemur krakkarnir mínur komur aldrei núna sem ég get skiluð eftir. Já. Þannig að ég er, þú veist, get fara að sinna mínu hobby sem er ekkert hobby hérna. Já, nei, þetta er náttúrulega þú æfir eins og bara atvinnu í þessu nána sko. Já, ég reynir bara að vera prófaðalít í því að þú veist, ég ætla að hætta að keppa á næsta ári þegar ég búið með heimsmeistaramót og fara bara að þjálfa. Það kom svo gott inn í þetta, þú veist, Daði er farin að treysta mér, Eiður er farin að treysta mér, þú veist, þannig að ég veit ekki, það er líka fyrir mig einhvern veginn, hefur alltaf bara verið miklu skemmtilegra að þjálfa. Mér hefur alveg fundist gaman að þú veist, CrossFit fannst mér mjög skemmtilegt en ég hef alltaf fundið mig betur í að þjálfa alveg klárlega og það er ógeðslega gaman að þjálfa sérstaklega, þú veist,
fólk sem að vill verða betra Já. þú veist, það alveg geggjað eins og ég verið að taka þessar liftingatíma með úlingunum og þeir vilja allir læra, þeir eru allir svo viljugir það engin svona ég þarf að gera þetta, ég þarf að gera þetta þú veist, það allir alveg til í allt Já sem þú segir, gleyndi því Já, hvenær byrjar að lifta og kenna krökkunum að lifta því að og líka að vera að lifta í glímu af hverju kom þetta til? Hver kom með þetta að vera að styrkja krakkana í þetta? Hann Eiðunáttúra alltaf að pæli því að gera þau betri og partur af því að gera alla betri íþróttafólki er að vera sterkari og geta hreyft sig og það sem kannski ólympíska liftingar gera betur en nánast allt annað er það að þetta svo mikil samhæfing og styrkur þú ert að vera liður þú þarft að geta hreyft þig og vera með gríðarlega samhæfingu til þess að geta klára lyftunar og síðan líka það bara eins og power clean örugglega hreyfingi sem býr til mesta bara þú þarft að vera snöggur og búa til mikla sprengikraft úr öllum líkamannum í einu til þess að geta lyft þungt og þú veist, maður sér það það eru rosa margar íþróttir sem nota sérstaklega clean snörunin kannski skemmtilegri og að æfa ólympískar en upp á bara að fá benefitið af liftinu sjálfri þá power clean örugglega bara svona þú veist það sem að explosive íþróttum fólk nota rosalega mikið þú veist eins og allir þessi sem í einhverjum kastsportum þú veist ég man eftir ég sá einhvern strákur F á power clean 180 þetta kúluvarpari ekki einu sinni, hann tók 3 rep þú veist ég bara eitthvað svona þú veist þetta bara deadlifting fyrir 90% af fólki þetta klikkuð þyngdir maður Þarna kemur líka inn, þú veist, það er svo gott að vera með sprengikraftin eins og hjá okkur að vera bæðið með sprengikraftin og líka geta enst í 5 mínútur, 6 mínútur. Sérstaklega eins og krakkarnir, ég 5 mínútur lótur á þeim. Já, einmitt. En sérðu mun á krökkunum eftir að byrja að lyfta og í æfingum eða keppnum? Ég veit að þetta náttúrulega verðum ekkert að gera mikið, sjúklega mikið fókus, en ég sé alveg samt að allir krakkarnir eru miklu sterkari og þú veist, það sem að ég kem inn í þetta kannski líka bara til þess að þegar þið fara síðan á þessar lyftingar eitthvað með að þá séu þau örlítið meir úr hverju lyftu þetta eru þessar prósentubætingar sem að vantar upp á það kannski þar sem að þú veist, sérstaklega þú ert að gera styrtaþjálfun við erum að leitast eftir að gera hreyfingur eins vel og við getum til þess að fá sem mest út úr hverju hreyfingu skilur ekki bara þú veist og það translatear náttúrulega út í allt það vart sterkari þú veist eins og núna, díla við Úlfar núna og þegar ég byrjaði hér aftur fyrir ég byrjaði aftur hérna eftir krakkarinn byrjuði í byrjun 2025 og þú veist munurinn á honum núna, hann er að vera sterkari hann er miklu sneggri þú veist, ég er náttúrulega að finna gríðarlega mun á styrkja á honum sko. Já, ég finn það líka núna bara síðan sko í síðasta sumarum og styrkjar þeir náttúrulega að stækka og fylla hann og það að gerast líka bara núna þeir eru á þeim aldrei þeir eru að vera sterkari og þá líka skipt svo miklu máli og þetta gerist oft fólki sko þess að eru margir styrðir oft út af því að þeir hreyfa sig ekki í takt við þú veist það sem þeir eru að gera en sem Úli náttúrulega liðmótalaug sko þú líka og ég held að það sé að stóru hluta bara út af því ég hef eitt svo miklum tíma í lift eða þú veist í bæði crossfitinu náttúrulega og síðan líka í liftingunum þú veist ég held að þar þú veist það ekkert allir sem geta setið bara þægilega í hnébeygðu stöðu eða langfæstir held ég kemst ekki svona í hnébeygðu stöðuna ég bara fokkin styrðar en anskotin en ég náttúrulega þú veist var að sjó svo lengi og svo náttúrulega því ég er að lifta þá er ég bara að taka svona gamalla manna repsið og þú veist þú ert líka glíma móti fólki sem yfirleitt ekki kannski í þessu sko en, þú veist það ekki allir sem bara svona geta begla sér saman til þess að komast hingað og þangað sko. Flestir sem þú munt keppa sérstaklega úti þegar þú ert komin í aldursflokkin sko. Það eru styrðir kallar og ég fann það líka þegar ég var úti að keppa á grappling industry sena í februar það var þú veist það voru fæstir í mínum þyngdarflokk og út að ég svo heppin að ég yfir þeir ítut þannig ég gæti fara inn í þann flokk að þá þannig að voru fæstir svona, hvað ég segja hreyfanlegir eða þannig maður sá það líka, þeir voru mikið þú veist beinni og þeir voru styrð og þú veist að koma krókunum minn og þú veist mikið liður og það náttúrulega hjálpar líka það þú veist yfirleitt þegar frá því ég byrjaði ég var mikið að mæta í hádegistíma hérna fyrir senast sumar með eið sko og það náttúrulega bara þetta eru alltaf einhverjir helvítis killerar sem að mæta þú veist og líka á open mötin hérna maður alltaf bara
seinasta árin ánast í það að vera kramin, maður er bara alltaf bara, ok, ég ætla að halda ramma hérna sem ég ætla að reyna að komast út hér og það er búið að loka á það þegar maður byrjar að hugsa það, sko. Og það er svona hægt og rólega ef maður ok, þá þarf ég að gera eitthvað annað og þetta er endalaus vinna, sko. Þetta það, ég mætti bara fyrst ópumöttin þegar ég var að byrja það var ekkert með brún og svörspelti, bara ég sökka feitt. Svo fór ég á kvöldinu og bara, ég sökka kannski ekki smikið því með mitt hæfileika svið. Örlítið minna lélegur. Örlítið minna lélegur. Þetta er ótrúlega gaman. En byrjuð, þú ert með þú byrjar í Jutsu 2009. Já. Í Mjölni. Ætli ég hef ekki byrjað hausti 2009, þetta hefur verið hausti 2009 eða voru 2010, manna ekki alveg, þetta er náttúrulega, ég er þarna ólingadeild, eða þú veist, í 8., 9., 10. bekk, ég man þetta var það tímabil, ég man ekki hvenar, sko. Nei. Og ég líka byrjaði bara eitthvað einn, ég man ekki, hvort að ég hafi farið með félagum mínum, þannig á fyrsta tíman, og síðan var ég bara einn, þannig að ég man að ég var alltaf verið að skuttla mér einum, veist, og þetta var, ógeðslega gaman, sko, ég er mjög stoltur af því allavega. Ég er með örugglega elsta hvítabelti á landinu. Þú náðu Torfi Hugla á. Ég bara dare anyone að vera með eldra hvítbelti eftir ég bara efast það sem er ennþá að gera eitthvað, sko. Þannig að byrjaði aftur. Þannig að þú veist, Axel gaf mér fyrstu strípuna sem ég fikk strípu frá Gunna. Já. Síðan fékk ég eina strípu þegar ég var að æfa í ári, eða hálft ári þannig niður í Mjölni, 2019. Já. Var að mæta í einhverja tíma þá. Og síðan fékk ég núna 4. strípuna núna fyrir mánuð eða eitthvað. Þegar hann Símon fekk sitt blábelti. Já. Og þú veist, þetta er búið að þetta er bara langt ferð. Löng ferð, maður. Já. En akkur komst í VPC, það bara út á krökkunum með það? Já, þannig að við, sko, strákurinn okkar fungerar bara ekki, þú veist, hann gat alveg mætt á æfingar í fótbolta. En hann æfði fótbolta í hálft ár og ég held að hann hafi ekki snert bolta í hálft ár. Þú veist, við töldum bara, það var bara, við fórum á æfingu með hann og hann var bara, markmiði núna, sparki bolta. Snerta boltan og þú veist, ég og Anita erum hvorugt hlynnt því að þú fáir að fara á æfingu og bara vera bara eitthvað að dúlla þér, þú veist, Egilshöllin er ekki leikvöllur, sko, við erum ekki að fara með þér til þess að þú farir að hlaupa í hringi í klukkutíma, skilur ég lít alltaf á þetta, þú veist, ég er að borga peninga fyrir 5 leika, þú ert ekki verið að sleppa, þú ert ekki verið að hanga þarna. Nei, og það sem að síðan talaði við Badda sem er hérna með strákana sína. Já. Og hann mælti svo mikið með barnastarfinu hér og þá byrjum við bara eiginlega beint eftir að þið komu heim frá Dublin í fyrra. Já. Og þú veist, það er umverulega líka bara agamunurinn sem er hérna þegar krakkarnir mæta á einhver. Það er verið að reyna að láta alla gera sitt besta þegar þau mæta á einhver. Og það er umverulega eina sem skiptir máli. Það er það. Að þú komin hérna og krafan er svo að þú reynir allavega að gera þitt besta. Já. Það er ekki hægt að gera neitt betur en það. Það er ekki hægt. Fólk gleymi því stundum, þú veist, eins og til dæmis þú kemur krakka í bardaíþróttir, þetta er full contact sport. Fólk er alveg sko, barnið mitt er að meiða sig þarna, þú veist, og hvað? Þú veist, þetta er líka svo, held ég bara, þetta er búið að hjálpa þessum Nóa alveg bara helling bara upp á það að vera bara, þú veist, líða betur bara með svo margt, sko. Já. Þú veist, líka bara að þú veist, þetta kontakt sem þú þarft að fá hérna, það er bara ógeðslega erfitt. Það er bara ógeðslega erfitt og ég held að það sé bara virkilega gott fyrir alla krakka að þurfa að gera eitthvað sem er bara ógeðslega erfitt. Þú veist, í dag er þetta þannig að krakka þetta fá bara síma og þú veist, þetta er svo vinkonur Laufeyjar, hún er bara í bómull og maður sér svo mikið mun sko þegar með það þegar þessu Laufeyjar sko flýgur á hausnum og stendur upp bara, ég er í lagi og svo kemur eitthvað atvik upp og heima það sem eitthvað svona örlítið þá bara ég er frá heim. Það bara gefst upp strax þannig að Laufey er búin að blómstra hérna þessi 2 ár. Þetta er bara, þú veist, það er alltaf auðvelt að vera til sko. Það er bara ógeðslega auðvelt. Sérstaklega í dag. Þannig að líka bara eins og að fara, þú veist, ég er búin að tala um þetta mjög marga núna eftir að við fórum þannig út til Dublin sko. Það er allt öðruvísi að keppa í bardaíþróttum heldur en í öðrum íþróttum. Ég hef keppt fullt í handbolta, ég hef keppt í crossfit, ég hef keppt í liftingum, þú veist, og kannski bara svona, þú veist, að keppa í liftingum, ég náði ekki í liftunni, stöngi fór hérna niður á gólf og aftur, án þess að ég er í liftunni, en þannig að labba maður einum að svona, þessi gaur er að fara að reyna að láta mig tappa, sem því það, að ég er að fara að tjóka þér, eða tekinni arbar eða eitthvað, og
ég held að það sé bara virkilega gott og ég sé, þú veist, eins og með krakkana hann Nóa, hann bara gat ekki, þú veist, hann var bara ekki að keppa í svolítið tíma bara út af því að hann átti bara ógeðslega erfitt með þegar keppnin var byrjuð þá langaði honum að vinna og bara þegar hann lenti undir þá bara fór hann að gráta og bara gafst upp. Já, og þá núna keppti hann á seinasta móti hérna sem var í Gíi, já. Og það gekk bara miklu betur og það búin svona yfirstíga það og síðan líka að sjá Natalie hún náttúrulega að keppa í hún líka bara að keppa í öllu þetta eiginlega bara erfitt sko því að hún að keppa í fótbolta, hún að æfa handbolta handboltin bara í skólanum þannig að hún fer bara beint úr skólanum í það þú veist, hún væri ekkert annars ef við þyrstum að vera að standa eitthvað í að skuttleina eða eitthvað þá myndum við ekki geta gert það og síðan að keppa í glímunni en það svona stigsmunur sko að fara inn á í glímukeppni heldur en að fara inn á í fótbolta leik eða handboltaleik því maður sér það bara á henni hún bara svona verður stressaðri þú veist, maður sér það bara hún labbar inn og er bara ok þú veist, og það þurfa að yfirstíga það svona gömul þú veist, 8 ára þú veist, það miklu betra heldur en síðan þú veist, komin út úr menntaskóla eða komin út úr háskóla og síðan eitthvað, það er ógeðslega erfitt að vera til þú veist geta það tekið á móti eða tekið á því ok, það er allavega ekki verið að tjóka mig Nei. það er ekki einhver að flega sér í armbarina eina sem ég sé samt að hefur svona smá ekki stórt issue sko, en smá issue er það að núna það maður að biðja krakkanum að vanda sig þegar knúsa ömmu eða langa með hæ þegar veist eins og ég held að Nóa hann tók bara tillaup á nýraða ömmu sína sko og bara greip utan á fætuna til þess að knúsa og síðan bara öxlir inni fyrir rétt fyrir hann og ég bara, fokk, hún er að fara niður þú veist, það er náttúrulega ekki alveg stabíl sko Nei, já, öflug með það sko en maður svona þetta er alveg svo þétt allt sko og ég hef líka fundið það rosa mikið sko það núna gera glittukrakkinu, þau eru að gera arbeigur, þau eru að gera lunges og alls konar hreyfingar sem eru svo funksjónal fyrir allt og þú veist, bara eins og Nóa bara orðið miklu sterkari allt í hennu Laufey er bara fokk sterk og þú veist, það er náttúrulega bara ár síðan að Anita vann Natalie senast í sjómann hún er 30, nei hún er ekki 29 ára fyrir ekki 29 ára, hún hlustar á það, hún brjálaði að segja 30 en þannig að það er bara þau verða svo sterk alls það, þetta er allt öðruvísi hreyfing allt er annað, þú þarfst að vera miklu þéttari og þetta vil líka hjálpa í síðan að í fótboltanum þegar það er einhver kontakt þar Natalie fer ekki niður Nei. það er bara út af hún er stabíl á fótunum heldur en innan stelpunar við erum ekki að standa upp á þetta þegar að kenna ykkur okkur og vera bara stabíl í þessu bara þú veist standa og halda jafnvægi og gera þóla kontaktið skilur það er með þessi pæli eins og með Laufey sko því hún og systarinn það slást og núna þegar er að slást þá er Laufey meira standard þó að systarinn sé sko 5 sinnum þyngri og stærri og allt þetta að þá er Laufey mitt mikið stabíl og maður sér það mitt þú veist í 5-leikunni ég fór á 5-leika sýningu maður sá hversu stabíl hún var að taka sérst kombatstansið og var að taka svona stöður í þessu og ég var alltaf bara ok það skila sér inn í þessa íþrótt líka Já, þetta þú veist það er náttúrulega út af því að núna eru allir þú veist, hvað ég segja, ættingjar eru oft svona, er þetta ekki alltaf mikið fyrir krakkana og ég eitthvað svona, er þetta alltaf mikið að þú veist, ok, þau eru allavega ekki að halda fötum á mjólk eða hvað, þú veist eða bara eitthvað svona úti að móka skít, þú veist, það eru 100 ár síðan að fólk var bara að berjast fyrir því að vera á lífi, sko og núna eru við bara eitthvað, ég er ekki alltaf mikið að þurfa að hreyfa sig klukkutíma á dag, almennilega Nei, ég sé ekki að það sé mikið, þetta álægið er ekkert svakalegt, skilur þú ert bara, þetta er svona bara smá physical hreyfing, skilur og ég sé líka gríðarlega mun bara á þeim dögum sem að þau hafa ekki verið að gera eitthvað og verið að gera eitthvað bara upp á hvar orkustíð er allt í einu eru þau bara orðin bara hálfvakandi samt svona sljó bara eftir og maður bara þekkir það því að vera sjálfur skilur, ef maður fer ekki á æfingu í 2-3 daga þá er maður bara orðin taugaklár á skrítinu sko. Veist, það er bara stundum það maður bara að ná að venda auka orku, sérstaklega ef maður er svona king ofvirkur eins og ég og nokkuð vissum að þú senda líka ég er alveg þar veit svo sem ekki hvort þú hafa verið greindur sem krakki sko. ég fekk greinu þegar ég var eldri sko. einu prófi sem ég fengi 10 já, þú veist ég náttúrulega var greindur með aðtektsbestu ofvirknin líka sem krakki alveg bara tætlur sko og maður sér það alveg
í genunum sko, maður hann þetta er rosalegt. Ég sé þetta ekki á Laufu en ég sé þetta á miðurstelpunum minni en Laufu náttúrulega hún er einstakur krakki. Já, þetta er ótrúlegt sko. Hvernig fannst það að keppa í Dublin? Dublin, mér finnst það geggjað að prófa að fara út og keppa sko. Og ég fór náttúrulega út aðalega fyrir Natalie þegar hún fá hana út að keppa sko, leifa henni að prófa það því að þú veist, þetta er hún fór ekki síðan? Nei, við byrjuðum bara rétt eftir það sko. Við höfum bara komið inn og þá var allir bara nýkomnir heim með einhverja risa medalíur og eitthvað, heyrðu, já, ok klúður en það var ótrúlega gaman og það gekk geðveikt vel, sérstaklega sko, mér finnst þetta svo fyrir hana, hún fór bara á móti strákum, hún fór á móti 8 strákum þegar hún var að keppa, þú veist og það er ekki djók og þetta var líka, þau eru á yngra árinu í flokknum sko. Já. Þannig að hún var að fara að keppa móti strákum sem eru kannski 18 mánuðum eldri. Hún er líka fædd í október. Þannig að árið er líka, hún er seint á árinu. Þannig að þetta er svona rosa challenge sko. Ætla að fara á móti strákum sem eru, þú veist, sem eru höfðun og herri sko. Já. Og þú veist, mann líka hann Ísar var hérna að keppa líka í sama flokk sko. Ég veit það. Og þetta var bara horfa á, þú veist, sérstaklega hann eina hana sem voru 1 eða 2 sem voru virkilega, þú veist, öflugir sko. Það voru margir öflugir í þessu dóti. Já, klárlega, en það er svona, það var sérstaklega einn hana sem skaraði alveg fram úr sko, sem er með einhverja Instagram síðu og eitthvað. Já, risastór sko. Já, og hann bara höfður og herri og ég bara ógeðslega flott hann hafa enst í þetta langan tíma með þessum strax, því að hann, þú veist, munun á krökkunum líka þegar þau eru að gera hlutina er kannski, ok, ég komin í þessu stöðu að vita hvert ég þarf að leita án þess að þurfa að hugsa það. Já. Þú veist. Það komin í vöðum minni. Já, þetta er komið í muscle memory, sko. Og eins og með hann, þú veist, hún klúðraði og rétt úr hendinni. Já. Og hann bara vissi þetta er armbar, skilurðu. Þannig að, og það gerist ekkit oft. Það er ekki, ég held að hún hafi aldrei lent í því á Íslandi, að það náttúrulega líka hefur ekki mátt tappa, sko. Nei. Sæki tappið, en þú veist, það er bara rétt úr hendinni ef einhverju með í mount. Það var bara, þetta er búin að tapa. Það er búin að gefa hendina. En það er svo gott einmitt með Eið núna að sé að búa til uppgjafa tökin svona snemma. Já, og síðan líka bara eins og þau eru ekki drömmulega sæki tap, skilur þau bara, þetta er ekki komin hingað, ok. Stjórnun. Búið. Þetta þarf ekki að vera lengra en það, sko. Nei. En að þekkja þetta, því að síðan er svo erfitt að fara að kenna, eða þú veist, ég ímynda með það sé erfitt að vera að kenna eitthvað eitt án þess að halda áfram með hreyfinguna og síðan ætla að fara að endur forrita það einhvern veginn í haustum að heyrðu, ok, núna er orðin 16 ára eða 12 ára eða whatever og núna það ætlar að færa þið yfir í að sækja þessa stöðu. Já. Það meikar ekki, þú veist, það er rosa erfitt að, þú veist, maður þekkir bara, þú veist, ef einhver er búin að gera sömu hlutina 1000 sinnum að síðan að fara að ætla að breyta því, ok, þú ert komin í mount eins og hérna fyrst á mótunum sem maður sé það sem er ekki uppgjafatök, það er bara mount, hvað er að gera þaðan? Sækja bakpoka eða backcontrol og það er alveg valid, skilurðu, en það er yfirleitt ekki kannski að fyrsta sem að fullorðinn einstaklingur sækir í eða einhver sem má sækja tap, þú veist, fyrsta sem maður sækir í er ekki endilega að fara þræða og ná gift wrap og síðan er nú ætla ég að sittast upp og ná bakinu þér. Það var til monti að það er að ná allan í submission og efri hlutan. Já. Það var snýsir, þá áttu komin allar í næst. Þú veist, það er mega sens. Svo er líka spurning með, þú veist, eins og til dæmis þú ert að keppa, hvort þetta sækja til submission eða hvort þetta sækja stígin. Já. Þú veist, það er, og krakkar sem að læra að sækja stígin, svo það bara að fara næsta til þess að fara í submissioni og þá þarf maður að aflæra eða kannski fara eitthvað lengri. Þú veist, ég er ekki nógu góður í þessu, eða þess þekkir ekki nógu vel. Já, sækja stíg. Já. Ég sækja stígin mjög mikið. Já. Ég veit það ekki, mér finnst eins og ég tók náttúrulega ekki þátt á Sub Only og ég sá smá eftir því, en mér finnst það miklu skemmtilegra format af keppni raunverulega heldur en að, þú veist, ná einhvernum stigum, skilur mér finnst, sérstaklega kannski eins og þegar maður séð, þú veist, það eru krakkar sem hún er býð 20 pluss stig á móti 0. Ótrúlega mikið svoleiðis. Það ætti bara eða þú veist, einstaklingurinn að hafa mátt sækja í það ná stöðu til þess að fá tap, skilur við. Því að annars er þetta bara búið að vera 5 mínútur, 3 mínútur, 4 mínútur bara pressa á eitthvað annað, þú veist,
ég held svo auðveldar að díla við það, ok, ég tapaði hérna fyrir þessu, heldur hann að vera bara undirliggjandi í 4 mínútur, bara að berjast eitthvað og síðan höfum við séð að krakkarnir bara enda á að liggja. Þau eru búin að tapa, þau eru búin að hafa eitthvað ofan á sér í það langan tíma. Að hann bara liggur, þú er búin að reyna, þetta er ógeðslega erfitt, hann fer ógeðslega mikil orki í þetta, og búin að reyna kannski að gera hitt og þetta. Kennst ekki neitt, en hinn má ekki fara í að sækja í submission. Nei, ég sá þetta með nú sko síðustu mótin, þá var ég sá mikið 20-0, 22, 32-1, en núna þá þetta, segjum, þú veist, ég held að hæðist að þessi 12, nú mikið meira að vera að sækja í submission og krökkum. Þess að ég keppti á Reykjavík Sub Only, mér fannst það ógeðslega gaman, það var bara engu hugur á til þess að keppa henni, ég var bara, leið ekki vel, ég var búin að gefast upp á Jiu-Jitsu og allt þetta, þannig að þú veist, mér fannst það skemmtilegt. Og eins og Íslandsmeistaramótinu allir bara sækjast eftir submission. Já. Það er ekkert að pæla í stígunum þar. Já, þetta, þú veist, eins og fyrir mig, þau voru mútið að keppa, ég keppti 8 glímur held ég á klukkutíma eða eitthvað. Seinasti flokkurinn að klára, sko. Þú veist, það var bara allir að bíða eftir mér til þess að klára, okkar flokk að klára. Það voru að taka dýnurnar að hafa komið. Þannig að, þú veist, ég fór úr gíinu yfir í nógið, síðan aftur yfir í gíið, sko. En ég náði 6 submissionum á þessum tíma, eða 5 submissionum, maður ekki, en ég veit ekki, mér finnst bara þetta sport eiga bara að vera í submission og það alltaf leiðið að gengur síðan ekki, eins og það var einn þannig að gaur sem sagði mér hann hefði köttað með eitthvað 10 pund til þess að koma niður í flokkinu, ég eitthvað, ok, ég er hvítbelti, ég hef ekki metnað fyrir því að fara að kötta eitthvað svona, ef þetta ekki mót sem stærri en þetta, en hann var búin að vera í 2 mánuði bara að skera niður til þess að þú veist, þetta bara eitthvað innanúrsmóti í Írlandi, ykkur íþróttahúsi, fær ekkert fyrir þetta. Nei, hún fær risa medalíu samt. Við fengum hana. Hún ógeðslega flott. Hún geðveikt. Það líka bara allar medalíuna úti, maður svona, Þetta eru flotta medalíur. Þetta eru flotta medalíur, sem er gaman að fá, sko. Það heyrist líka svona kling, kling, alltaf þegar við löpum hérna flugvöldið, bara hérna, eins og Natalíu með medalíunum sem ég fekk hana, hún var eins og með hérna kúabillu, það var belja, bara svona kling, já, ógeðslega þægilegt. Þannig að það var rosa næs, en ég bara, mér finnst, þú veist, maður á að væntanlega vinna á stigum en maður getur ekki, ég veit ekki, kannski ég bara ekki nógu þroskar í sporti eða eitthvað, mér finnst að maður sækja í submissionu alltaf, sko. Algjörlega, þetta svona, ég var að heyra í einhverjum á Instagram þá sagði, sko, ég sækist alltaf eftir stigunum þegar kom 5 stig, þá fer ég að sækja í submission, það er geðvægt en þú veist, það þarf að vera svolítið skillevel til þess að gera þetta. Já, theoretically, það er náttúrulega geggjað, og faktist ef þú ert að sækja í submission þá ættir að ná 5 stigum áður en þú kemst í það. Algjörlega, þú veist, þá ert ekki að fórna eins og Eiður segir, þú veist, ef þú komir stín, fara að sækja í eitthvað vegna þess að, þú veist, ef þú nær ykkur reversal eða hann nær ykkur á þig, þá eru bara kannski 2 eða 4 stig en þá ert alltaf stígi yfir. Já, en þú veist, bara takedown mount, veist ekki, hvað er það? Það eru takedown eitthvað, 2 stig og mount í 4. Já, þannig að komið 6 stig, þannig að þá ertu komin í stöðuna sem myndi fara að sækja í submission og ég man ekki, nú er maður alltaf að taka inn of mikið af hlutum, bókum og podcastum og eitthvað, þannig man ekkert hvaðan hlutinni koma en þú veist eins og þetta, ég man að hafa hlustað á eitthvað sem útskýrir þessi stigakerfi, þetta er þegar þú nærð betri stöðu, skilur, þegar þú nærð progression á stöðunni þá færðu stig, þannig að raunverulega þegar þú ert að sækja submission og ef þetta byrjar standandi og hinn aðeins púlar ekki gard sem að, sko, þetta er geggjað sport. Það eru nokkri hlutir sem ég finnst alveg hrikalegir. Þegar fólk púlar, sko, ég mun bara gardpúla, ég mun aldrei kasta henni, en mér finnst það svo hrikalegt. Þú veist, mér finnst ömurlegt að vera gaurinn sem ég mun setjast, skilur, það er bara ekki, ég næ tengingu við þið sem bara ég að fara að planta mér, því ég ætla ekki að láta kasta mér, ég er góður, ég þarf að mæta vinna á mánudaginn. Ég er á þessu skoðinu, eins og ég er að keppa á Sub Only, ég greip í hann, svo bara settist ég niður. Já, en þú veist, en ef þú værir standandi og væri að keppa á svona háu leveli, þú veist, að geta tekið niður, síðan farið í hitt og farið í næsta, skilur. En það eru svona, eins og hvað var ég að horfa á, þannig að Mikey Musumeci, þegar maður hoppandi á einum fæti, ég var bara, þú veist, þetta, ég hætti að horfa, þetta er bara comedy, skilur við. Já, ég horfði á þetta og slökkti. Já, og hann er ógeðslega góður. Já. Og bara, en að þetta þurfa að vera leiðin til þess að fara í sigur, sko. Þetta er svolítið þetta, því hann var í wrestling þegar hann var yngri og var bara ógeðslega fucking góður og þú veist, það var bara virkilega gott. Og jú, kannski þú veist, tapur einhverjum stöðum náttúrulega þegar þú ert að reyna að
gera svona, þú getur lent í verri stöðum og kannski og þetta klárlega útreiknaði á honum, ok, þarna ég að fara að fá meira út úr því heldur, það minni áhætta í þessu heldur en hinu. Nákvæmlega. Og ég skil það á svona háu leveli, sko. Já, líka, það peningaverðlaun og þetta svolítið svona, þú tekur öruguleiðina þarna. Já, klárlega. En svona, maður ekki að fara að teka eitthvað YouTube, Instagram, bragð og svona. Nei, en á þessum æfingamótum, sem að raunverulega flest mótin hérna heima eru alltaf, þetta alltaf, ef þú ert að fara að keppa í þessu, þá eru öll mótin hérna heima nánast æfingamót. Það ekkert mót sem að eitthvað, það ekkert peningamótina. Ekki neitt. Það ekkert sem að skilar eitthvað svona fame and glory, skilur við. Eina sem skilar bara góð æfingi þegar að keppa. Já, að fara inn á gólfið og berjast við þennan andlega djöful sem að fara að horfa á eitthvað gaur og síðan, það alltaf, ég veit ekki hvað ég man eftir því ég hlusta á viðtali við hann hérna Eið og myndist á bókina sem eftir Ben Bergeron sem að, talar þetta mental, maður svona horfir alltaf á næsta hver og djöfull þessi hvað stór maður, þessi ógeðslega stór og sterkur, já þessi kannski, shit, hann tók svona takedown í seinasta, fuck maður, heyrðu, hann ógeðslega góður, en þetta racehorse mentality, heldur að ef þú ert að horfa svona reiðhlaupa keppni, heldur að þessi þarna hestur sé hræddur við næsta hestin. Ekki séns. Hann ekkert að pæli, hann bara að hlaupa. Hann bara komast áfram. Og það raunverulega eitthvað sem maður þarf að setja svolítið í sig og það þannig að ekki vera að pæli hvað hinn aðilinn að gera og það þessi barátta sem ógeðslega erfið í þessu sporti. Já. Held ég líka bara í öllum bardagaíþróttum, ég náttúrulega ekki keppt í neinum öðrum bardagaíþróttum og mér langar ekkert að fara að keppa í neinum öðrum bardagaíþróttum. Þú láta kýla á sparkið, sleppa því. Það bara, en þetta svona fara á móti einhverjum og ég horfi í augun á þér og ég svona, ok, þú ert að fara. Ég að brjóta þig, ég reyna að brjóta þig. Þetta eins og segir, sko, þetta eins og ég var að keppa fyrst, þá var ég alltaf bara, þessi búin að æfa gett lengi, þessi svona. Svo núna þegar ég að keppa þá, mér skýt saman, hvað get ég lagað hjá mér? Já, það líka mun aldrei breyta neinu hvað hinn að henni gerir. Ekki neitt. Það mun aldrei hafa neitt nema, þú munt bara keppa þínu getustigi. Já. Þú munt aldrei geta keppt á getustigi sem að þessi hannagöður á. Ég get ekki farið upp í brúmbeltlíkaflokkjun og staðið mig vel. Nei. Kannski stendur maður sér vel, en ég vinn ekki. Nei, og líka bara, þegar þú mætir á gólfið, þá ert þú bara með þinn æfingaferil á bakvið þig, þessi aðeins með hann, þannig að það skiptir einhver máli hvað hann með, þú ætti ekki á að ágera því, annarkvort ertu búin að gera nóg eða ekki. Og þetta svona, þú munt alltaf falla í það sem þú hefur verið að gera, skilur, þú munt alltaf detta inn í þann gír að gera það sem þú ert búin að vera að æfa og búin að vera að gera sérstaklega við lengri tíma. Þannig að þetta líka svo Daði segir alltaf, tapað á glímukólunum svo getur unnið í keppnum og ég fór að hugsa, hvað meinar hann með því? Og þá kom það þegar maður að keppa, ég búin að gera þetta núna í 6 mánuði, æfa mig fyrir eitthvað mót, ég þetta hæfur. Þetta geta mín í dag. Ef að ég tapa segjum ég taki 5 glímur og tapi 2 þá þessar 2 glímur búin að setja upp það sem ég þarf að laga næstu 6 mánuði. Þannig að maður tapar aldrei neitt í glímum þannig laga. Nei, og líka þetta bara þóttum maður tapi eitthvað, það eins og ég tapaði þannig á stigum úti seinustu glímunni, en síðan bara staðin upp og þessi gaur bara ógeðslega næs og bara high five, bara hann stóð svo ógeðslega vel, hann var bara langbestur af þeim, það var líka loka glíman, það var úrslitin í gíinu, hann var bara raunverulega eini aðilinn sem var með almennilega stjórn á, hann tók réttu gripin, hann sótti réttu hlutina og ég var þreyttur, þannig ég var ekki með sprengikraft til þess að geta komið mér undan því, þannig að hann bara var bestur, skilur við. Og þessum tíma og þessum degi var hann klárlega bara öflugur en ég. Klárlega, þetta er svo Eiður segir, þú ert bara þetta góður á þessum tíma, það ekkert að breyta því þarna. Nei, og síðan mann ég reynda, þegar ég keppti þetta líka hana á Íslandsmeistaramótinu í Nóki í fyrra. Já, hvað var það Akureyri? Nei, það var hérna í Ármann. Já. Þegar þetta golf skaðbrendi mig hérna. Ég alltaf fingerðið fyrir þetta golf. Ég líka, ég lendi því ég fór einhvern veginn á æfingu og var í gí, svo fór ég sturtu ég bara mér svíður alls þar í gegn, þetta er bara svo rúla sér á sandpapír. Já, ég fór með litla bróður minn, hann ætlaði að byrja að æfa og ætlaði örugglega að byrja að æfa, ég held að hann komið hingað, ég veit ekki, hann bara eitthvað að hugsa það sko. Hann vildi prófa að hann var að æfa þarna hjá þeim og ég fór með hann sem andlegur stuðningur sko og ég bara, þetta sár bara var mánuð að grófa
ég er alltaf fín í þetta ég er búin til að mjúku stöfi sko. við erum í dílunum hérna svo góðar eða það eru svo slétta maður það er alltaf góð stundum verður smá challenge svona þegar það komið 45 mínútur inn í open mat þá er allt gólfið orðið svona eins og einhver olíuglíma sko. Mjög sveitt þannig að þannig að á þessu Íslandsmeistaramóti ég man þetta keppti við hann nokkra og það vantaði hjá mér alltaf þetta svona race pace sko. Þú veist, það vantaði alveg að geta sett í þann gýr skilur að eins og þú veist þegar fólk í hlaupakeppnum þau æfa fullt af paceum en það er þetta svona race pace sem að þau þurfa að geta staðið í 5 mínútur eða þú veist í þetta duration of tíma skilur og það vantaði bara algjörlega fyrir hjá mér alltaf og svona var ég að hugsa líka með þegar ég horfi á stelpuna keppa á Natalie keppa svona ok, veist, hún er náttúrulega bara með Thor for Days veist, það er bara og getur sett í svona gýr bara leið og maður svona dáist að því hvað þessi krakkar geta getur svo lauf, hún fer inn á svo er hún bara aðið 5 mínútur hún er bara á milljón ég til dæmis þarf að vera með mitt pace þannig ég er svona upp, niður ég er alltaf að minnka niður þess að geta verið bara á mínu pace í 6-7 mínútur þetta er alveg, maður þarf að læra þetta ótrúlega svo fyrst þegar maður byrjaði, ég held ég hafi náð mínútu á gasaði út, ég held ég myndi deyja sko, ég er búin að finna fyrir núna senustu vikur þegar ég hef verið að drilla með Úlla hérna á gólfinu og ég er alltaf bara búinn á því eftir að vera með honum það er þannig, þú veist, hann er að æfa fyrir að keppa og þetta pace sem hann er að vinna í skilur þú veist, hann er að æfa sig til þess að keppa á ákveðnu pace og ég er bara ekki í góða formu hann í það sko. Nei, ég er að gera þetta líka ég er bara að æfa mér pace og ég geti verið í 6 mínútum með mikið þrýsting og aðeins lítið út meirinn lítið út og það er alltaf pressa vera svona leiðilega gaurinn og vera með góð grip og vera þéttur og vera bara jarðítan inn í þig. Já, það er svona líka, ég fattaði út að ég hef ekki mikið drilla að vera að glíma við hann nema bara svona á til, en síðan núna er hann búin að vera að mæta alltaf á þennan fullorðinstíma í nógínu, og að fattaði að það er eitthvað Pétur að segja, mér langar bara í gínu, ég bara, þá er glíma bara x hröð. Já, það hægir á. Þá get ég hægt á þetta, miklu meira viðnám allstaðar. Það var eitthvað, make sense. Ég er meiri gímaður vegna sem ég finnst skemmtilega að vera, þú veist, ég get tekið kragan hérna, þannig kemur label, get ég sett hann undir, svo getur þú tókað hann yfir, þetta er svona meiri, minnst að vera svona hægari, meiri leikur í þessu. Já, líka allt í einu byrtast fullt af optionum fyrir að grípi og taka eitthvað svona tjók með gínu, sko, sem að eru ekki í nógínu. Nei, þú veist, það er rear naked, svo er í síkil tjók, þú veist, það er helmikið fleiri tjók í gí. Já, líka bara að geta gripið í gí og síðan vafið hendinu, eða þú veist, vafið því utan hálsunum, bara kranka niður, eða þú veist, það er bara, það eru svona 1000 leiðir og ég kann eina, illa. Ég hef samt séð þar allar á YouTube, sko. Ég fundi fyrir meira hlutum hérna hjá Daða og Pétri. Ég hef samt ekki glímt við Eyði ára með þetta hugstæðinni, ég hef ekki glímt við Eyði að vera 1,5 ár. Ég bara glímti hann einu sinni, sko. Já, hvernig gekk? Það var bara þegar ég var hérna nýbyrjaður aftur. Það gekk bara ekki neitt. Nei. Ég held líka að það mun ekki ganga neitt næsti glímið hann, sko. Nei. Og ég líka veit ekki alveg hvernig hann glímir, sko. Þú veist, ég veit cirka hvernig Pétur og Daði komið tilfinningu fyrir því, sko, hvernig flesti glíma. Já. Og Daði, ég ætla bara helst ekki að koma nálægt honum. Nei. Það er eins og ég var að segja við þig, það er eitthvað sem gerist á ákveðnum tímapunkti þegar fólk er orðið x gott í þessu og búið kannski stunda þetta bara í það langa tíma að þegar það grípur í maður er bara svo hrikalega fastur. Já. Og það eru sumir sem grípir mann bara, Pétur er ekki stór einstaklingur en þegar hann grípur í hann var nógi bara daginn og ég bara, hvernig heldur hendinum svona? Hann er svona svo górill, hann grípur og það var bara, fuck it, þú átt þessu hendi, ég get ekkert skila neinu. Hristast allur einhvern veginn að reyna að losa sig, sko. Það var svona, þetta gengur ekki. Þetta gengur ekki, eins og Daði, hann alltaf ég held að sé 100 kíló hvað sem hann er. Já. Og þegar hann fer í mántstöðu og þá reyni ég oftast að gefa hann að fara í fullmánt vegna þess að þá líður mér aðeins betur að þetta er ömulegt. Já, ég held að við höfum tekið einhverjar heila glímur, sko, en mest er það hérna í gardpassleiknum, sko. Já. Og þá er það alltaf bara, ég ætla að reyna að ná tengingu við fætunum á honum.
ég ætla að reyna að láta hann ekki ná í hendurna á mér eða í fótinn á mér. Já. Og það gengur alltaf í svona 10-15 sek. Já, svo fær hann leið og tekur í fótinn og hendurna á mér. Já, eina sem ég ætla bara ekki að leiða hann að reyna, notabenni, sko, það ekki að það gangi upp, þetta ankulbygg sem hann gerir svona reglulega og hann dunk, dettur aftur fyrir sig. Þá ég alltaf bara Hann gerir þetta af alla. Og ég líka teka þetta í, sko, út að ég prófaði að gera þetta nokkru sinni, þú veist, þegar fólk setur hendi á öxlana mér að bara pósta móti og grípa í öklan. Já. Og þetta virkar á sérstaklega þau sem eru svona ekki búin að vera jafn lengi og ekki búin að díla við þetta oft og síðan sumir sem að hafa farið oft á móti daða, sko, í þessum gardpassleik sérstaklega. Þeir eru snöggir upp með öklana þeir eru alltaf bara þeir vita nákvæmlega hvað er að gerast þegar einhver þú veist, hreyfir sig í áttina bara byrjar, skilur við. Þetta er endalaust sport, sko. Ég sé ekki hvernig það er ekkert loka, það er ekkert finish line, sko. Nei, þetta er ekki neitt loka, þú veist, þetta er svona svipað þess að segja hérna að daða þegar, þú veist, það var svartabelti, þá ættu basically að byrja upp á nýtt. Það ættu bara, þú veist, þá ættu komið svartbelti, þá ættu bara hvítt svartbelti og þá ættu þetta fara lengra. Já. Þess að ég var að tala um þetta daginn við annarkot, ætla ég ekki að tala þetta við Eið, að þegar það eru svartbelti sem að stoppa bara þegar komið svartbeltin og taka svo ekkert að setja mér, svo eru svartbelti sem fá þráhyggju og verða, þú veist, eins og Eiður eru náttúrulega einhverfur á, þú veist, það sem hann er að senda mig stundum, það er svona pínlítið punktar það sem er svona, já, herðu, laga þetta svona, laga þetta hérna, svona, svo tala með daða, þá er hann bara, já, gera svona, og svo þegar maður er að tala við hérna einhver svartbelti, þannig ekki nefna í nöfn, þá er bara, já, ekki komur í þessu stöðu, what the hell, þú veist, hjálpaði mér. Já, og það er líka bara mismunandi, þú veist, ég held ekki bara, þú veist, þú hefur búin að vera stunda þetta sport í mjög langan tíma, þú veist, það bara, ertu kannski bara í einhverju ryþma að gera einhverju hluti, þú ert bara alltaf að prófa eitthvað áfram. Þannig þeir sem eru kannski eins og Daði, Eiður og Pétur sem þeir eru að þjálfa alltaf. Já. Þeir eru alltaf. Það getur hjálpað reyndar rosa. Þú veist, eins og það er bara besta leiðin til þess að læra hluti. Sko skilningu minn hefur aukist rosalega mikið eftir ég fór að taka tímann hjá Daða. Já. Þú veist, þegar það er eitt að geta gert hlutin, síðan er annað að geta tjáð sig hlutin þannig að aðrir skilja þá. Já. Það er ekki sami hlutur. Nei, ég þurfti að læra það fyrstu tímanum með voru eins og ég væri þroskaðutur. Og svo náttúrulega kemur í skilningur eins og að langbest er að vera með krökkunum að þá þarf að tala til þeirra eins og séu krakkar og ég hugsa, ok, ég ætla að tala svona fullorðna líka. Þá allir fór þetta að skilja og ég var bara, geðveikt. Já, þú veist, þetta er bara flókið. Þetta er hrikalega flókið. Og líka bara, þú veist, að geta, þú veist, brotið þetta í sundur þannig að fólk skilji hlutina. Það er bara ógeðslega flókið, þú veist. Manni þetta er sérstaklega að þjálfa crossfit, það er svo mikið mismunandi hreyfingum í því. Já. Þú veist, það eru fimleika hreyfingar, það eru liftingar hreyfingar, þú veist, bara það að sveifla ketilbjöllu er mjög flókið fyrir suma. Þú veist, ef þú hefur aldrei gert það, þá bara þarftu að læra að hreyfa þig. Já. Þú veist, að segja beint bak við einhvern er ekki bara að segja, það er 1000 mismunandi hlut sem fólk gerir. Þú segir einn hlut og maður horfir svona og maður er eitthvað hæpið ég sagði beint bak og þú varst eða meira svona eins og hvað sé mótu allt í hennu, hvernig maður svona, þú veist, og þá þarf maður að finna aðra leið til þess að komast í það að kenna þessum einstaklingu að gera þetta. Og þess vegna líka finn ég það stundum að maður mætir í einn tíma, klikkar ekkert sem er sagt. Mætir í annan tíma, þar klikkar allt sem er sagt. Þú veist, þannig að þetta er, veist, ég held að það að þjálfa þessi örugglega besta leiðin til þess að öðlast dýpri skilning á sérstaklega grundvallaratriðunum eins og með þú ert að kenna krökkunum eitthvað sem er bara, þetta er sára einfalt sem konsept, sko. Já. En þegar lífsreynslaðin er svona stór, þá er þetta kannski svona stór bit af því. Já. Og þá er þetta rosa mikið að læra. Já. En síðan eftir hálft ár er þetta bara kannski komið. Já. Og bara búið, og þú veist, og þá er þetta ekki einhvern hugsun hjá þeim. Og líka sem með krakkarnir, sko, ég finn það mikið á þessu Úlla, sko, ég og Úlli voru jafnir í fyrra, janúar, febrúar, mars, apríl, man ekki hvernig það var, og svo bara fór hann að söppa mig á fullu. Svo er ég núna búin að þjálfa krakkarna þetta og ég og Úlli tókum glímu og við vorum báðir alveg jafnir. Já. Þannig að þú veist, ég tel að skilningu minn á jiu-jitsu hafi aukist vegna þess að ég er að þjálfa krakkana og er að lesa meira hvernig á að þjálfa og eins og þetta séðlega dæmi, þessi leikir og hlis, því að auka skilning minna því að til þess að geta búið til leiki þá þarf það að skilja þetta svolítið vel. Já, það er líka búin að þannig. En þú veist, eins og ég man þegar ég var að þjálfa, ég byrjaði náttúrulega að þjálfa niður í Reykjavík, byrjaði með krakkatímana með einni sem var með mig á leikskóla, sko, það var Hilarious. Hún var að kenna, hún var leikskólakennari þar sem ég var og hún mundi eftir mér
bara út að ég var að sveifla kússkafti á leikskólanum. Þannig að þegar ég byrjaði að æfa það að fatta þá sem byrjaði að þjálfa með henni hann að krakkana, krakkatímana. Og þar sko, voru oft krakkar sem bara höfðu bara ekki funkar í neinum öðrum íþróttum. Nei. Og þar það bara, þú veist, við þurfum bara að brjóta það niður í að gera einhverja hluti sem eru bara sára einfaldir, þú veist, til þess að geta kennt grundvallar atriðinu, eins og ég var að segja með kjötbötusveiflur, bara eða ekki vera svona eða bara, þú veist, hoppa upp á kassa, það er bara ógeðslega flókið. Og hvað þá þegar þú ert komin, sko, krakkar eru einfaldari á margan hátt heldur en fullorðnir. Þeir sko hugsunarhátturinn svo beinskeyttur oft. Það er bara, ég á að gera þetta og þá er bara svona, já, ok, þá ger ég þetta. Fullorðnir frá efast það sem þú ert að segja. Maður efast alltaf eitthvað, ef þú segir ykkur þá bara, ertu viss? Gauð, ég er búin að vera 15 ára að kenna þetta. Ertu samt viss? Ég sá á YouTube hérna, þetta var svona, sko. Já. Ég er alveg segur það, þú veist, maður einhver segir eitthvað, ég eitthvað, ég sá þennan gauð hérna á YouTube, segir það okkur nátt sem, og það er maður svona, byrja, ég ætla að fara með, þú veist, svona krakka viðhorf í tíman, sko, til þess að maður sé ekki, en síðan líka bara stundum að maður svo sósaður í tímanum, og maður bara kemur og ég bara horfa og ég bara, hvað þetta, það gæti alveg eins verið bara eitthvað svona geimvísindi, sko, þú getur alveg eins beðið að reikna út, sko, trajectoryið fyrir Artemis-flögunar hérna bara á morgun og ég myndi alveg geta að skila ég góðum árangri, sko. Bara engum. Þannig að það er bara ógeðslega gaman að þjálfa. Og ég fundi að, þú veist, núna hef ég verið aðeins að mæta inn með ykkur þegar á eldri krakka æfinguna. Þú veist, að leiðbeina krökkunum og síðan, þau eru svo snögg að detta inn í rytman að gera þetta rétt, finnst mér. Þau eru það. Og síðan hverfur það og þá þarf maður að gera það aftur. Þau gera kannski hlutin 5 sinnum, 10 sinnum rétt og síðan allt í hennu bara heyrðu einhvern veginn svona sjálfstæð ákvörðun að breyta þig bara alveg og bara, ég ætla að gera þetta núna öfugt. Það er svona, já, þú er búin að gera þetta 10 sinnum rétt og síðan þannig að þetta er bara ógeðslega gaman. Þetta er nefnilega eins og með krakkan og fullorðna, sko. Ég var að þjálfa krakkana og ég var með að láta setja hægri hendina og vinstri hendina hérna og það var bara hægri hendina, já, tók í fótinn, ég var bara, nei, hægri hendina, þessi hérna, tók í hendina mína. Og stundum ég svona þegar Pétur var að segja já, svo bara færi fótinn hann og hann yfir, ég alltaf bara, hvort er fótur og hvort er hendi og svo kemur bara, ok, ég ætla að gera þetta bara svo ég vil gera þetta og þá kemur oft fljótar inn í þetta. Já. Eins og leikindi, þessi séallega leikindi, þetta svolítið svona, þú þarft að finna þína leið, við erum með upphaf, við erum með miðju og við erum með endirinn á þessu. Já. Eins og Natalie gær, þá var ég að kenna þeim sem sagt úr Arbor og Monti og hún var að spyrja, má ég fara mína leiði þetta? Og ég sagði hennar, það eru fullt af leiðum, þín leið er rétt. Svo lengi sem þú heldur stjórnin og getur tekið Arborið, þá er þín leið rétt. Og ég ætla að prófa hana, ég bara, geðu. Já, þú veist, eins og ég er búin að vera að fá hérna hann Badda hérna, hann er búin að vera, þú veist, ég sendi honum líka vídeóin hérna þegar við vorum út að keppa á mér. Já, hver er Baddi? Það sem bendi mér á hérna á tímana. Já. Og hann var að æfa heilengi, sko, var úti í Bandaríkjunum að æfa og úti í Japan að æfa líka og eitthvað. Já, ok. Og hann er bara virkilega öflugur, hann er líka svona, þú veist, hann hugsar svo mikið. Með gleraugun skeggið, já. Hann hugsar svo mikið. Man crush. Já. Einmitt. Já, hann er búin að hjálpa mér mikið. Já, þú veist, það er þessi, þú veist, að vera búin að hugsa þetta í gegn, sko. Þú veist, þetta er alltaf eins og með armbar úr Monti, þú veist, það er þetta sem skiptir máli bara að þú þarft að halda stjórnin á hendinni og vera þéttur upp við líkamann. Og hvernig þú implementar það getur verið 1000 mismunandi leiðir en þetta þarf bara að vera þessi lykilatriði þurfa að vera rétt til þess að þetta gangi upp og stundum gengur það upp og stundum ekki síðan það maður bara endurtekningar. Já, mér finnst þetta að vera svolítið mikið maður þarf að endurtaka þú veist, eins og ég er að glíma núna í dag það er rosa mikið vöðvaminni, þú veist, einhver fyrir þá bara skýtja hættinu fyrir áður fyrir þá var ég bara, ok, hann ætlar að fara yfir, hann fór yfir og svo fóturinn, nei, þetta var aðeins settið, það er aðeins að tímasettu byrður. Já, ég man líka eftir þegar bara, það er stutt síðan, sko, þú veist, það var einhver í side control hjá mér og síðan eitthvað, ég veit bara, hann sagði mig, sko, ég veit alveg hvernig þú ert að fara reyna að sleppa þegar þú hættir að anda einhverja hálfa sekundu áður, eða í sekundu. Það eru nokkrir sem gerir þetta. Já, og ég gerir þetta klárlega, sko, ég er bara hætt að anda oft haldir í mér að anda nokkru sinnum áður en ég gerir það. Feika.
Já, þú veist, sérstaklega á móti stærri einstaklingum, sko, þú veist, þá eins og fyrir mig, ég er bara 73-45 kíló eitthvað, einhvers staðar kringum það. Og þú veist, ég þarf að búa til spennu til þess að geta bridgeað. Þú veist, ég bridge ekkert auðveldlega upp með eitthvað 100 kíló, sko. Ég held að gera það mjög fáir. Nei, ef þú ert 100 kíló, þá er auðveldlega að hreyfa 100 kíló massa, skilur við. Þetta er bara eðlisfræði, skilur við. En þannig að þess fyrir mig stundum að lyfta upp sumum, það er bara ekki fræðilegur, sko. Þannig að þá þarf ég þú veist, ef maður er komin í stöðuna og ég veit, ok, ef ég fæ smá pláss, þá get ég smolli út hana og stundum virkar það og stundum er það bara búið að blokkara það áður maður byrjar, sko. Já, stundum óþörnum með hærri beltin hvað þið vita mikið hvað maður er að fara að gera. Þetta sko, leiðilegast og skemmtilega sem ég gerir er að glíma með Pétur í gí. Vegna þess að hann veit nákvæmlega hvað ég er að fara að gera þessi 10 skref, sko. Og leiði mig í gildir og svo er allir komið hendina fyrir aftan bak og fótinn hann og ég bara, ég var ekkert að leiðin hingað. Sko, seinustu held ég 3, 4, 5 skipti sem ég glímdi Pétur. Ég er bara nánast alltaf hlæjandi. Því að ekki það sé eitthvað fyndið sem er að gera. Nei. Það er bara eitthvað sem ég veit, sko, svona eftir á, og bara meðan þetta er að gerast. Ég finn bara hvað hann er að gera og ég er eitthvað að reyna að stoppa og það skiptir einhver máli hvað er að gera því að hann er bara að hreyfa mig til. Já. Og þú veist, þetta er líka bara, ég sá hann í gær glíma við hennar Símon og þetta, ég var að segja, þú veist, hann er 10-15 kílóum léttari en Símon, eitthvað, sam og ég, þú veist, þetta var eins og að horfa á einhvern svona kúreka, halda niður svona stóru dýri, því að hann bara köppaði hérna, hélt hér og síðan bara hægt og rólega, smá tjakkaði inn og þetta var bara, þess vegna líka bara, ég byrja oft að hlæja þegar að, eins og daginn, þá gerði hann eitthvað bara sem hann var búinn að fara yfir, held ég 2 dögum áður. Hann fór yfir það á miðvikudeginum og síðan á laugardeginum gerði hann þetta við mig og ég bara, já það var hérna, þegar hann var í closed guard, hvernig hann brýtur niður sko plástjörið og ég fann bara fyrir því þegar hann var að byrja, ég veit nákvæmlega hvað þetta gera en ég er ekki fara, þú veist, ég kann ekki að gera eitthvað á móti þessu. Nei. Sem var bara hilarious fyrir mér og þess vegna er ég oft bara að byrja að hlæja þegar ég finn, hann fór við þetta fyrir 2 vikum eða eitthvað og allt í einu bara finn ég hann er að gera þetta um mig og ég bara eitthvað það getur ekki nefn, þetta er bara ok, þetta er ég, já þetta er svo þegar hann að passa gardið með þetta, ég veit nákvæmlega hvaða leið hann fer og ég er alltaf að prófa okkur nýja leiðir, hann gerir samt alltaf saman og það er alltaf sama árangri, þannig að ég fæ að prófa hvað virkar og virkar ekki á mér, ég er ekki ennþá búin að finna hvað virkar en þetta er að koma. Kemur að því einhvern tímann. Já, eins og hann sagði sko, þú veist, ég ger alltaf sömu hlutina, þú þarfst bara að finna út í hvernig þú stoppar mig. Já, þetta bara, okay. En það er líka það sem ég ekki að vita, sko. Þú veist, eins og bara sérstaklega eins og mér finnst við að mæta hérna á óperumöttin þegar það eru margir sem eru mjög góðir. Já. Og maður fær, þú veist, það eru margir sem eru mjög góðir en á allt öðru sér hátt, skilur við. Já, þetta er svona eins og mismunandi stílar. Þetta er svona eins og, þú veist, 10 einstaklingar sem tala 10 mismunandi tungumál, sko. Já. Þú veist, þeir hreyfa sig allir öðruvísi, allt öðruvísi taktur öllum. Öðruvísi líka speaking. Já, og maður svona þarf að finna út nákvæmlega hvernig maður ætlar að tækla hvern og einn og það er bara, maður er ekki með nógu mörg orði í orðabókinu, sko. Það er bara, hann talar reybrennandi og ég er bara eitthvað, no comprende, skilur við bara eitthvað. Ég tengi þar. Uno cerveza, bara, þetta er það sem ég kann, með bara takmarkað, sko. Þannig að þetta er bara ógeðslega gaman, ég veit ekki, og ég held að, þú veist, það sé líka bara sérstaklega fyrir svona einstaklingar sem finnst gaman að dýfa sér ofan í hlutunum og pæli í hlutunum, sko. Já, svona ADHD-görur. Já, þú veist, og það er svona fór ég í það að þjálfa crossfit, það fullt af hreyfingum þar sem maður þarf að. Keyptir ekkert með crossfit? Já, ég keypti náttúrulega alltaf í svo CrossFit Open, sko, það er náttúrulega alltaf. Já, er það hérna heima þá? Nei, það er online keppni sem keypti á einhverjum Íslandsmeistaramótum og eitthvað. Og ég fór einu svona út að keppa á einhverju móti úti. Þannig að það er með keppnisreynslu og þú kemur hingað? Já, ég keppt náttúrulega fullt og síðan náttúrulega líka í ólympískum lyftingum keppti þar Norðurlandamóti og rigg og eitthvað. Hvort er meira keppnisstress, lyftingar eða glíman? Glíman, sko, það er allt öðruvísi. Því að hitt, sko, crossfit er náttúrulega, þú veist, það er mest af svona syndrómið þar sem maður horfir á næsta hverjum og maður er eitthvað, fuck, hann er ógeðslega massaður, þú veist. Og þú veist, þar kemur meira af því. Í lyftingunum veit maður cirka hvað allir er að gera, sko. Maður veit cirka, þú veist, ég veit að hann á þetta mikið, sérstaklega þegar maður er að æfa mikið og þú veist, þetta eru
kannski sömu aðilar alltaf sem eru, og það er kannski sama líka með glímuna, skilur, og orðið ákveðnu stíði, þá eru bara sömu aðilar að alltaf keppa. Og maður sá, þú veist, maður vissi sirka hvað maður væri að fara að lenda að maður næði sínum bestu lyftum, skilur. Þannig að maður svona, ok, ég þarf bara, þetta eru 6 lyftur, þú þarf bara að ná, þú veist, þetta er svona, þú nærið einni. Þetta er sem bara heilda þyngdin sem þú þarf að ná, eða hvernig virkar þetta? Lyftingum, þú veist, allavega, þetta eru 3 lyftur sem þú færð fyrir snörun, 3 fyrir clean out jerkið. Þú færð, þú veist, heildarstig, singlastig sem heitir, sem er útreikningur af báðum lyftunum. Og það er út frá einhverju hlutfalli, ég man ekki nákvæmlega hvernig það reiknað, það breytist líka. En þú veist, það er umverulega bara þyngdarflokkar og sem lyftir mest í þyngdarflokknum. Hann vinnur. Og þú veist, það er alltaf að tala þar, sko, að það er, snörun er skemmtilegust, en það er clean out jerky sem vinnur mótin, sko. Já, mann er kannski meiri þyngdu þar. Já, og líka bara, þú veist, það er meira stökk, þú veist, þú ert meiri inni þar. Þú veist, fólk sem er ekkert endilega mjög gott, eða þú veist, betri í snörun, það eru betri í clean out jerkinu, og það er seinni lyftan líka, þannig að þá veistu hvað target þú ert með. Já, það er komið með. Ef ég tek 100 kíló í snörun og hinn alveg tekur 95, þá veit hann að hann þarf að taka allavega 106 kíló til þess að vinna. Ef ég feila öllum clean out jerkunum, þetta er eiginlega alltaf, þú veist, 100, svona 30% meira yfirleitt. Þú veist, þannig ef ég tek 100 kíló í snörun, þá tek ég yfirleitt 130, 45 eitthvað. Þannig að maður veit alltaf hvað markmiðið er, sko. Og það er svona eins og sjá á skjánum, maður horfði á og síðan þar eru dómar, þannig að maður fær, þú veist, er þetta gilt lyft eða ekki, stundum er eitthvað vafamál það. En það er, mér fannst það, ég er ekkert mjög keppnisstressaður einstaklingur, sko. Þú veist, jú, þú veist, það verður alveg sést á performance stundum að maður var stressaður, sko, eftir á. Mér líður yfirleitt ekkert eitthvað eins og þetta sé eitthvað svaka mikið stress. Það þarf ekki að fara að klósta kúk og æla og eitthvað svona eins og maður sér á Íslandsmeistaramótinu allir að klósta hann skýta þetta fyrir keppni. Jú, það þurfa allir að kúka að fara að keppa, sko. Eða svona nánast, það er allir svona, shit, ég held að ég þurfa að fara að klósta. En þú veist, miðað við sem aðra sem ég séð, sko, þú veist, það er bara, ég sé fólk skjálfa, sko. Það er svakalegt. Já, þú veist, og meira sem fyrir mótum sem skipta einhver máli, skilju, ferða móti, en það er þetta performance aspect, skilur við, sem fara fyrir framan fólk, þú veist, eins og allavega með liftingana, það eru 3 dómarar fyrir framan gólfið, einn situr sko bara beint á mótið þér. Svona horfir á þig. Og þú veist, það er ákveðin takt, þú veist, það er ákveðin líka svona kunst að bara, þú horfir bara út beint áfram og ekki á þann dómara, skilur við. Já, hann lætur að hverfa bara. Já, hann nánast, sko, ég man ekki eftir að hafa horft á dómaran, síðan, þú veist, segir hann niður. Þú veist að halda sína stjórn á liftinu og það er kannski svipað í kraftliftingum, þú veist, það er svona klára liftinu og síðan eru gefin 3 ljós, þú veist, dettinu og liftur upp og hann farið að merkjum að setja hann niður. Þá setur hann niður. Já, það er sama, en olimpískar eru svona, hvað sé, king of sports eða þannig út að þetta er rosa athletic hreyfing. Þetta er það. Þetta er eldgömul íþrótt. Já, og líka ef þú horfir á hérna dúddana sem eru bestir í heimi, sko, þetta er ekkert. Jú, kannski þyngri flokkuna, þeir eru náttúrulega komnir með bumbu, sko. Það er ekkert weight limit, sko. Nei. En eins og ég var að horfa á eina rásana á YouTube frá kínverskum æfingabúðum, það er bara eitthvað 69 kílóa kona taka 210 backskot fyrir 3 rep. Maður bara hvernig fungerar þetta? Það var eitthvað hérna held í kínversk líka, því þetta eru alltaf sömu þjóðunar, þetta eru Kínverjar og Rússar og síðan Kólumbíu líka allt inn að koma sterkinn og Kanarnir eru svolítið eftir á í þessu, en þetta eru svona stærstu þjóðunar, Kína og síðan Austur-Evrópa líka sterk, en það er svona, maður horfir á þetta er bara fáránlegt hvernig þeir hreyfa þessar þyngdir. Bara 60 kíló kelling að taka 200 kíló, þetta er fáránlegt. Taka þrefalda líkamsþyngd í einhverju, þetta er bara absúrt. Maður að skýta svo hérna við 200 réttstöðuliti. Já, ég er langt fyrir að geta tekið 200 réttstöðuliti. Það er svo mikið mál að vera sterk, eða þú veist, það er reyndar ekkert mikið mál, það er mjög einfalt, sko, en þú þarft effort í það, sko. Já, maður þarf að leggja svolítið vel í það. Og ég sé það sérstaklega eins og með úlingana, þú veist, þeir eru allir bara verðókslega sterkir. Það held ég muni skila þeim rosa miklum árangri í keppnum líka, það að vera sterkur, sko, út af því að þú þarft að vera svo þéttur í hreyfingum. Já, maður þarf að vera ógeðslega sterkur, þú veist, því sterkar sem ég verð, því þéttari verði. Ég finn það alveg greinilega á glímunum mínum. Og partur af því er náttúrulega það að þú þarf bara að glíma mikið, en partur af því líka bara
að þú ert bara sterkari þú ert bara pound for pound sterkari einstaklingur heldur en hinn skilur þess að sletta eins mikið við get á einsku maður finnur þegar maður fer í önnur gym hvað maður, þú veist, að því maður er mikið sterkari en flestir og þú veist, maður finnur maður getur bara þetta hann, tek hann bara lift honum upp easy Það ætlar að keppa Íslandsmeistaramótinu í Nogi? Já, ætla það ekki Það ekki? Jú, ég veit ekki, ég ætla að krakkan ég ætla að láta Hauk keppa bæði ég leiði starfsmennum mín að keppa það líka Síðan bara ég veit ekki, jú, ábyggilega en þú veist, fyrir mér þá er þetta bara einhverju svona keppa og ekki keppa, mér er bara gaman að æfa þetta þú veist, ég er definitionu og hobbyist að ef eitthvað er definitionu því sko þú veist, það er líka bara eins og sagðan, það er ákveðin taktur á því að keppa sem er í glímunum sem er bara pace sem ég hef minna gaman af heldur en þessu svona bara problem solving á gólfinu sem ég hef mjög gaman af því sko svo glíma við suma hérna maður er svona, hvernig ætla þú veist, hann er að sækja þetta og þá þarf ég að, þú veist instinctively að byrja að færa mig á ákveðin hátt, skilur sem að ég er að bara hef ekki orku eða þetta er náttúrulega bara metnaðarleysi sko en að verða það góður að þetta verði þú veist, að ég geti smelt mér í ákveðna stöður bara svona instinkt sko ég er bara þreytur á að hugsa það sko ég er bara þryggja barna faðir og langar bara að vera með og síðan bara er ég með ómikið á hobbyum það er ljósmyndafullu þú vinnur við það líka þegar ekki? Nei, sko, ég vinn náttúrulega bara við ferðarþjónustu, sko, var að gæta í mörg ár og jöklarleiðsögumaður á Sólumjökli það var draumurinn minn í mörg ár já, þú veist, það er geggjað að gera það þú veist, en ef þú ert bara í því þú veist, ég er búin að hjálpa örugglega 10.000 manns að fara í mannbrota ég er góður, ég þarf ekki að gera það aftur það er ekki að gera aftur, það er búið ég þarf ekki að rölda aftur sama hring á Sólumjökli sko, þótt að fara bara jökul geggjað, ég mæli með því fyrir alla að prófa þú veist, þetta er bara þú veist, og líka forréttindi sem við erum með björgunarsveitina, þú getur farið og tekið þátt í því sko já, klárlega þú veist, það er bara fáránlegt það er bara verið að borga fyrir þið nánast ferðið skilur og dúllaði við eitthvað hobby og gaman að vera úti það er bara besta sem við getum gert ég með alltaf að sækja mig köfunarsveitin og þetta svo bara búið að gera eitthvað annað já, þú veist, þá þarfstu líka bara að tilhenga þig tíma ég hef ekki tíma, ég er bara gaman að því að taka myndir og þú veist, eins og ég var að segja að við hina fótboltaforeldrana sko þú veist, við eigum bara professional great myndir af stelpunum sem er að keppa í fótbolta bara frá því að voru bara 6 ára það er til ein mynd af mér spila handbolta og hún er eitthvað lengst í burtu með einhver svona ömulegri mynda þú veist, ég bjó í Valsheimilinu frá því ég var svona, frá því opnuðu nýja húsið sem var þá Vodafone-höllin þangað til svona 2009-10 og ein mynd og þetta er sama með mér sko, ég á professional myndar á krökkunum eða sérst að laufu hérna að keppa og vídeo, þú veist, ég heldur svo bara 200 gigabæt þetta er alltaf mikið maður þarf að eyða þessu öllu svo að þau fái líka svona herðun ég ætla að standa mig vel taka krakkan upp maður gleymir stundum að taka myndir af sér og taka hérna vídeónu af sér já, líka bara ég veit ekki, þetta er svona setur ákveðin ramma, þú veist, eins og ljósmynd það er svona ákveðin ramma sem þú spyr til og þetta er minningin tengd við það og maður mér finnst ekkert gaman að skoða myndir af mér sko gaman að skoða myndir af öllum öðrum já, ég er þetta saman á því, þú veist jú, mér finnst alltaf að taka myndir hérna þegar ég er að glíma svona dót svo að þessi til myndir af mér en oftast finnst mér mikið fallir að sjá eitthvað sérstaklega þú veist að þegar maður er farin að þekkja glímur þá veit ég hvert hann að fara, þá býður maður svo tekum að þetta og þá þú veist á ég þessa minninga þú veist eins og frá ópumöttunum hérna ég held þessi með 1500 myndir þú veist ég er komin í 4000 eitthvað myndir af öllu og ég á myndir af Úlla og krökkunum frá því ég byrjaði þetta fyrir 2,5-3 ára síðan og upp í þetta og það er svo mikill munur á strákunum þetta er náttúrulega bara tími sem þið breyta svo hratt en það líka finnum að það bara þú veist það er nánast í hvert skipt sem maður glímir við einhvern veginn það er bara orðið hraðara, það er orðið betra þetta er orðið þéttara, það eru sækja réttari hluti instinkt er orðið svo, þú veist það er svo gott instinkt líka hjá þeim, þú veist að loka á hluti að hleypa ekki þessu að skilur sem að er erfiðar að ala upp í einhverju sem er 30 versus það að ala einhvern upp frá því upp úr svona miðstig í grunnskóla og upp úr ég held að Laufi og Natalie og Nóa verði helviti góðið að halda áfram þú veist bara að hugsa réttu hlutin í glímu já og líka bara eins og það þú veist að vita þú veist bara þú veist eins og núna eitthvað
ætlar að hlaupa og reyna eitthvað að tækla þig eitthvað niður, þú munt sjá það korteri áður og því að þú veist bara, ok, hann dippaði sér aðeins niður og er að fara að keyra af stað, þú getur það svona að labba frá, þetta er bara eins og eitthvað Jedi mind trick, sko, því að þú veist, því meira sem þú ert að, þú veist, það er bara sama því meira sem þú ert að stunda eitthvað íþróttir, skilur því meira fyrir því heila. Já, og þú veist, það er svona, ef eitthvað dippa niður og ætlar að fara að kýli áttina, þú veist, þú sér bara hvernig hann hreyfir sig. Já. Það er bara rosa. Maður lærir hreyfingar á fólki, þetta er svona svipað sem ég sé Laufey mitt, þegar hún setur fótinn frætt og dippa, þá veit ég að hún er að fara að hlaupa á mig. Já. Og þú veist, ég er alltaf bara hausinn. Já, og þú veist, og það verður bara sneggra á, eins og fyrir mig, það er bara, þá, þú veist, verður þetta bara líka þegar þau alast upp, þá bara getur það verið meira í því að avoida konflikt, bara sem svona instinkt, skilur við, bara. Maður finnur líka svona strákarnir í vinnunni bara, já, finnst þú svona góður í þessu, ef þú lendir í einhverjum í bæ, er bara, fokk, ég hleypi hratt og ég get hlaupi hraðar þeir. Planið mitt er bara, kasta ykkur og hlaupa. Já. Teka upp eitthvað sem er þungt, svona þokkalegt, bolla eitthvað, flegi eins hratt og ég get, svona bara, hlaupi burtu. Spretta. Já, mér finnst vera rosa mikið núna, það er svo margir sem eru í þessu og alltaf núna þegar eitthvað er búin bara, heyrðu, hann er með blómkálseyra. Það kíkir svo mikið á það núna. Já, bara, það er svona. Já, þú veist, ég er náttúrulega fann fyrir því líka rosa mikið í CrossFit. Þannig að, þú veist, maður er alltaf að fylgjast með hvernig fólk hreyfir sig, skilur. Þú gerir uppbyggingar, þá bara gerir ákveðin hátt, þú hreyfir ákveðin hátt ef mjaðmennirinn stífar, þú hreyfir ákveðin hátt, þú hleypur ef það er stífur og snarar. Þú veist, fólk sem hefur unnið við skrifstofustarf í mörg ár, þú veist, þið var alltaf vilt í hægri úlliðnum. Basically. Nei, bara út af að við erum bara búin að vera hérna á mús í 20 ár. Og þú veist, þá var bara þessi hreyfing hérna yfir höfuð og setja þyngd á og þá líka frontrakið. Og þá líka miðlaðist það í allt annað, þú veist, þú ætlar að gera, og þú ferð í arbegur, þá myndu þú að hérna, og þá allt í raun ertu bara, þú ert það stífur hér, þetta er bara orðið vont, þú veist, og þetta er í öllu, þú veist, þú mótast að því sem þú ert að gera. Algjörlega, þetta er svona svipaði svo sjó, þá fá allir sömu axlameiðslina því það er alltaf þessi hérna hreim var móta sömu öxlina. Mér finnst bara líka geggja að sjá þegar hann eyður með, þú veist, tímana, þetta er bara, þú veist, það er funksjónal alltaf og þessar styrtaræfingar eru svo funksjónal, skilur. Það er bara geggjað. Það er bara ekki snill. Hvað ætlaði að vera með þessa æfingar lengi? Þetta er ekki klukkutími? Þetta er klukkutími og síðan erum við aðalega bara að rúlla yfir þessar ólympísku lyftur. Sérstaklega er ég að bara fara yfir power cleanið með þeim sem eru að implementa það síðan, sko. Já, er mikið að litlu krökkunum í því? Nei, voða lítið, þú veist, þau fá að vera með aðeins, sko. En það er aðalega bara að fá að vera með hana þessa 2,5 kg stöng, þannig að álstöngina bara hreyfa sig með, sko. Þú veist, að meðan þetta er kannski aðalfókusin er á þessum eldri sem er að byrja að lyfta, þeir eru að verða sterkar og til þess að ná sem mestum árangri þá viljum við hafa þetta eins flott og vel gert og við getum. Þannig að gera þetta bara vel. Það er náttúrulega fengur nýja stangi núna hérna daginn. Það eru líka geggjaðar. Það eru briljant, sko. Já. En það er líka bara partur af því að gera hlutina vel, skilur. Við viljum vera prósent betri allstaðar. Það er bara. Þarf að vera það. Og til þess að vera, ef við ætlum að búa til einhvern einstakling sem verður á heimsmælikvarða, þá þarf þjálfurinn á allan hátt að vera á því kalibri. Já, maður þarf að vera með styrktarþjálfun, maður þarf að vera með glímuþjálfun og hugan. Eiður kom með þeim, þú veist, hann er með píramídan hérna. Já. Ég er alltaf bara, hvað kemur núna næst? Sameining, svo kemur hérna treiðið og svo kom hérna, ég man ekki eins og hvað það var, en þessi píramídi, maður þarf alveg bara að byggja líf sitt á svona píramída. Já, og þú veist, og það er líka bara eitthvað sem ég held að fólk eða þú veist, ég held að bara langt flestir fatt ekki hvað það er mikið að vera á heimsmælikvarða einhverju. Núna náttúrulega kem ég úr Cross Reykjavík, þar sem að var alltaf eitthvað lið á heimsmælikvarða að æfa hana. Já. Og þú veist, hvort sem að sé Anni eða Bjöggi eða Katrín Tanja eða allt þetta lið, þau voru þarna, þetta er bara vinnan þeirra frá A til Ö. Já. Og þau gera ekkert, þú veist, það er ekkert annað sem að tekur tíma frá þeim, því allt annað mun skila verri niðurstöðum. Já, þetta er bara sem að hérna hjá okkur, við erum ekki með það góða þjónustu í styrkjum að það getur einhver verið pro-athlete í Jiu-Jitsu. Nei. Ég held þessu mjög langt frá því líka. Nei, enda líka, þú veist, eins og þetta fólk sem ég nefndi þarna, þú veist, þau eru náttúrulega bara, þetta eru bara Instagram-stjörnur. Já. Þú veist, það er engin, og líka hún hérna, hvað heitir hún hérna, sem, já, skandalla, ég mun ekki hvað hún heitir. Sara Björk. Nei, hérna, í lyftinga, sem var tilnæmt sem lyftingakona Evrópu, hérna bara um daginn. Guðný, nei.
Ég þóra ekki gískuna Nei, ég sá þetta með fréttum. Þá er ég skammaður. Nei, en þú veist, allt þetta fólk að fá styrki bara hérna og þú veist, ég veit svo sem ekkert hvaðan hún að fá styrki en það er væntanlega, ég veit ekki hvað hún að taka fyrir en þú veist, allt eins og ég veit að Anni og þau eru bara sponsuð af ýmskonar fyrirtækjum, skilur. Og sérstaklega kannski með CrossFit, það er náttúrulega svo stórt í Bandaríkjunum. Já, getur verið með þessu ertu með 1 million followers, skilur. En jiu-jitsu er náttúrulega ört stækkandi heimur og með mjög stóra aðila innan þú veist, samfélagsmiðla. Þannig að það er ekkert þú veist, það er ekkert farfetched að einhver sem að er hérna að æfa geti búið sér til fylgjandi hóp og sérstaklega, það er algjör sérstæður Íslendingur. Fólki finnst það bara spennandi. Klárlega og líka að þau líka, svo sér þú veist, þetta var alltaf að í CrossFitinu var ekki dóttir og allt þetta, þú veist, það er að selja þetta svolítið mikið. Stákur getur ekki selt þetta líka í þetta er bara líka alveg selt sko. Ég held að það er ekkert vandamál og þetta, þú veist, en þetta er partur sem að klárlega þarf að vera virkur, þú veist, ekki því miður, en þetta gerir það að verkum að fólk geti lifað við það sem þau langar að gera. Ef þú ætlar að verða atvinnu íþróttamaður í einhverju öðru en fótbolta, skilur við. Þú veist, fótbolta er náttúrulega bara þriðja deild í Noregi bara að fá bara ágætislaun sko á mánuði. En ef þú ert í svona einstaklingsíþrótt sem er kannski meira á köntunum, þá þarf bara að vera virkni og þarf að búa til áhuga fyrir því. Þú veist, annars ertu ekki með tök á því að geta eftir. Bara það er líka bara borða sem íþróttamaður. Það er bara dýrt. Það er mjög dýrt. Fæðubótaefni fyrir íþróttamann. Bara ef þú ert komin á þann aldur og þú þarft bíl. Ok, bíll er ógeðslega dýr. Ég man eftir það er fullt af Ólympíu eða þú veist, þessu sem er að keppa á hófstíði. Það er að sækja í styrki frá bílaleigum. Maður fór langtíma bílaleigubíl. Já, nokkulega. Þannig að það er best að loka hérna. Þannig að en það er líka einhvað sem að þú veist, kannski ekki núna fyrir þessa stráka sem eru núna að keppa en það mun þurfa að koma að því að það bara verða svolítið vinsæll innan gæsalappa á samfélagsmiðlum til þess að geta sótt, ok, ef þú sendir á fyrirtæki þá þarf fyrirtæki hvað fæ ég í staðinn exposure í þennan heim, skilur við. Þetta er svo með þetta hlaðvarp, ég er að finna út hvað sponsor eru og það koma alveg hellingar sponsorum upp sem eru sérst að styrkja svona hlaðvörp en það eru bara 3 sem geta styrkt svona jiu-jitsu sem eru beinir að hópnum okkar og þá er það sérst Nokko, sportvörur og svo var eitthvað, hvort það var lýsið eitthvað en þú veist, þú þarft að selja þig vel þú þarft að vera með góða follower hóp og allt þetta því þú getur ekki fara live á Instagram og YouTube og Facebook nema að vera yfir 1000 followers þannig að þetta er alveg harður heimur á að sækja sér styrki hér og þar en þú veist, en það er líka bara þess vegna eru þessir bara það skiptir að máli að verða búa sér til þannig umhverfi að geta orðið atvinnu íþróttamaður í sínu sporti sérstaklega eins og ég segi, þú veist, ef þú ætlar að fá sponsi á lýsi, skilur þá þarftu að vera bara þú ert með 1000 fylgjendur sem að hugsanlega getur keypt lýsi og líka það bara ef ég sé eitthvað fyrirtæki er að sponsora íþróttamann ég er hlindari því að fara að versla við þetta fyrirtæki bara út af því að það er bara sponsora hérna þennan einstakling sem er að gera ógeðslega flotta hluti þá ætla ég til í það þú þarft að vera með ímyndina frá fyrirtækinu og allt þetta er svo svipað eins og ef ég myndi fá Dominos til þess að sponsa mig þá þyrfti ég að ljúga vegna sem ég borði ekki pítsur Dominos, geðu eitthvað Dominos að borða pítsur, nei akkur ætti að gera það eins og Instagramið mitt er rosa opið fyrir öllum, ég sýni frá öllu sem ég er að gera ekki einhver kjötbúð hérna fyrir neðan sem þú getur röllt niður ég er búin að senda 4 kjötbúður svo allir nei ég er búin að senda, ég var að sækja styrki til þess að fara Evrópumeistaramótið þetta og ég sendi á, maður ekki 20-30 fyrirtæki það fekk ég á frá 2 og það ég held líka fyrir fyrirtæki núna vann ég nokkur ár fyrir hérna Gigasport hérna við hliðina og það var alltaf komin einhverja styrtabeðin skilur en fyrir sérstaklega fyrirtæki í Íslandi eru yfirleitt ekki mjög stór þetta eru frekar fá fyrirtæki sem eru á einhverju almennilegri stærðargráðu og geta gefið peningastyrki sko. Þú veist þannig að en það, ef þú getur fengið styrkin í formi einhver sem að spara þér peningin annars staðar og það er kannski það sem að eins og fyrir yngri aðalina sérstaklega með að við erum ekki að fá styrki frá
sko frá ríkinu sem að náttúrulega mér finnst að ef þú ert að keppa einhverjum háum kalibra ættur alltaf að fá einhvern styrk að ég geta sótt og þá einhver umsóknarferli sem ég svo sem veit ekkert hvernig það virkar en það er fáránlegt að ef að 16 ára strákur ætlar að fara að reyna að performa okkur háu stíði þá þurfa foreldrin að standa undir og það bara þá er það að vinna fyrir krakkaði svolítið mikið og þú sérstaklega segir að það komið mataræði, það er komið æfingagjöldin, það er komið fatnaður, ferðirnar út, bara döflinferði mín kosti, ég held að 250 skall. Já, og síðan líka bara íþróttafólk þarf bara að vera með sjúkraþjálfara á kantinum, þú þarfst að vera með, þú veist, alls konar fólk til að halda þig bara í performance. Já. Þú veist, ég held að eins og þannig að niður í Krossreykjavík, það var alltaf einhver lið í heimsókn hjá þessu besta liði, bara þú veist, osteopatar og svona movement specialist gaurar og þannig að þú veist, og einhvern veginn þarf þetta fólk að fá borgað og fólk gerir þetta ekki frýtt nei, fólk vinnur ekki frýtt þannig að, en þú veist, það þarf að vera styrkjanlegt og ég var að hugsa þetta líka út frá krökkunum mínum skilju og þeim langar að vera þú veist, segjum við að Natalie vill fara og út að keppi þessu þú veist, mig langar að hjálpa til við að búa til það umhverfi að hún geti stundað þetta sport en síðan ef hún velur fótbolta frábært ef hún velur handbolta frábært en bara þótt að vera ekki mínir krakkar bara ef einhver fær tækifæri til þess að geta farið og sinnt þessu 100% þá er ég geggjað þú veist, ég er náttúrulega svo mér finnst Ísland svo frábært sem að stundum það maður að samfærast við sjálfan það hvað er frábært sko. En mér finnst að við ættum að geta búið til umhverfi þar sem að er hægt að hjálpa fólki að komast á hæsta stig öllum íþróttum. Það þyrfti að vera eitthvað svona ríkistyrkur eitthvað fyrir afreks íþróttafólk og þú sýnir fram á það og hvað þú er búin að gera mikið og allt þetta ferð á sem heimsmeistaramót og tekur bara pallin þar þú veist, það áttu skilið ykkur prósentur styrk þú veist, þetta er alveg ég held að ég náttúrulega er ekki ná mikið inni en ég er nokkuð vissum að eins og ef þú ert innan IFC þá náttúrulega er það styrkt ég borgaði ekkert fyrir þess að Norðurlandaferð minni mig nei, þá brýðis í sig ég var náttúrulega ekki byrjar að vinna almennilega þannig að ef ég borgaði eitthvað þá verður að vera eitthvað rosa lítið sko. Þú veist, en það er innan IFC sem ég veit ekkert það maður en mér finnst það að ég vera til leiðir þannig að þetta sé ekki svona flókið að verða þessi besti aðili frá Íslandi ég er sammála því ég veit svo sem ekkert hvað hann eins og Stefán Fannar ég veit ekki, hann var að selja bólu og eitthvað sem er frábært en á það þurfa nákvæmlega, á maður þurfa að gera þetta á efnilegasti jiu-jitsu einstaklingur á landinu að þurfa að selja bóli, frábært ef það væri auka en ég veit svo mikið hvort það sé að fá spóns alls það frá sko. Nei, maður veit það ekki, það er svo líka þú veist að vera með svo mikið spóns, það þarf að vera svo duglegur á samfélagsmiðlum til þess að auglýsa vörunum þetta og maður sé að Stefán Fannar gerir það ekki þannig að hann er potið ekki að fá okkur svona styrki frá okkur fyrirtæki en svo líka þess að til dæmis ég held að sé Reykjavík MMA, ég held að þeir hjálpi íþróttamönnum sínum að fara út að keppa svolítið mikið með peningastyrkjum það er náttúrulega lyftir upp levelunu erlendis fyrir þá ég veit ekki, ég bara held það þeir eru bara ógeðslega flotti líka það er bara hrikalega flott en mér finnst líka bara samfélagið hér bara innan sérstaklega jiu-jitsu og allir bara mér finnst ég alltaf að hitta bara frábært fólk sko. ég hef ekki hitt neitt fáið ennþá allavega nei, ég held að það sé bara takmarkað sko. ég held að síi svolítið vel út á æfingum hver eru fáið og hver er ekki já, mann ennir ekki við fengum með eitt gaur hérna sem var bara því líka fáið og Pétur tók hann og nýrætaði hann í smá stund og skölrætaði hann og ég hef ekki síðan það er 1,5-2 ár síðan það er líka maður að finna það er alveg mismunandi sko hvort hversu þú veist að nýrætt er ekki saman nýrætt sko nei þú veist og ef Pétur nýrætt eitthvað skulle bara nýrætta eitthvað þá er ég bara ég er góður sko ég er nokkuð sem mann getur látið mann tappa fyrir því sko eftir eitthvað tíma ég get staðfest það og það tekur ekki langa tíma nei furðulega stuttu tími Alan gerði þetta alltaf við mig, hann var alltaf að nýrætta mig og tappa mig út og hlæja mér ég ætla bara ekki að koma þér og láta þig koma mér á bakið já, nei, ég skil það þetta er bara ég er ógeðslega gaman að vera hérna og mér finnst bara alveg frábært hvað einhvern veginn þetta er að svona vaksa og sjá fleiri og fleiri iðkendur koma inn sérstaklega með krakkastarfi þetta náttúrulega byggist alltaf við erum ekki
við erum að byggja framtíðina á sportinu með því sko. Já, og þess vegna eins og þetta hækkandi stig á gæðum keppnunar. Það búið að hækka rosalega okkur. Er rosa gott. En svo sér maður líka til dæmis eins og keppnistíð hérna, eins og Dalrós og Laufey alltaf í fyrsta og öðru sæti. Svo þegar var erlendist þá var bara að pakka saman. Þannig að það er bara, það þarf að halda áfram að hækka stigið á þjálfun og keppnum og fá fleiri iðkendur inn. Já. Við þurfum bara stærra púl. Þurfum stærra púl, þurfum ekki stærra húsnæði. Af krökkum. Já. Það er bara, þetta er náttúrulega margir iðkendur sem að koma að það er pláss fyrir þá. Þannig að þetta er bara spennandi að sjá hvernig þetta verður næstu ár og ég held að þetta er að stækka mikið, þetta er svona að ræða dagar fyrir COVID og eftir COVID. Já, en líka bara, þú veist, frá því ég mætti fyrst þannig niður í Mjölni fyrir 17 árum. Shit. 17 ár? Ég var að segja, ég sagði við Úlla daginn, sjá þessi strípu, hún er eldri en þú. Það er satt, hann er 16. Ég er með strípu sem er eldri en Úli. Það er það ógeðslega. Það er 2 reyndar. Það er 2, þannig að þetta er náttúrulega bara stækkandi. Ég veit svo sem ekkert, ég hef ekki fylgst nógu vel með senunni síðan þá. Þú talað við fleiri aðalega sem eru náttúrulega búin að vera síðan þá. Já, við tökum þáttum það, því að það var svo rosa mikið erlendis keppt og eitthvað sem dót, svo kom COVID og þá er bara, þú veist, keppni heima. En það er líka bara núna, hvað eru margar keppnir á ári? Eyður með flesta keppninar. Við höfum Hvítur og Leik, Reykjavík Sabónli, Íslandsmeistaramótið, svo var á Akureyri, svo Íslandsmeistaramótið með G, 5-6 keppnir á ári. Og síðan Mjölnir Open. 6-7. Já, þannig að. Þetta er svo vinur minn í Dublin, hann er að keppa, ég held hans að keppa aðra hverja helgi. Já. Það er bara, tekur bara rútu eða keyrir bara í smástund þá þú komin í keppna, því að grappling industries er út allan heim alltaf. Já, og það náttúrulega líka bara eru 400.000 manns í hverfi annars staðar í heiminum heldur en hér. Það væri betra ef við myndum fá það væri gott húsnæði þar sem væri hægt að keppa hver einustu helgi á þess að hafa mikla fyrir. Það væri bara klárt að maður geti bara það er keppni bara 2 í mánuði og það er bara, þú veist, alltaf á sama stað og alltaf, þú veist, það er ekkert að setja neitt upp. Nei, en það var draumur. Það var náttúrulega frábært, en það er bara þyrfti þá fá fleiri iðkendur líka til þess að fylla upp í hópana. Þegar mér veist, eins og, þú veist, ef það hefur verið eins og Mjölnir Open núna, það er náttúrulega bara opni flokkar, skilur. Það er bara, ég er með gamla hvítabelti mitt, geti farið og glimt við, veistu hvað Stefán Fannar er þungur? Minn 77. Já, þannig að ég væri í sama flokkan. Það er núna, ég er góður. Það er bara skráður 7. Það er ekki komin inn fullondis flokkarnir heldur. Þetta er bara krakkaflokkur sem komin inn. Nei, þú veist, ég sé hérna, þú veist, að ég væri í sama flokku hann og ég er bara góður á þess, sko. Ég sá hann á söpbólunni, sko, ég er bara... Hann var fucking leika sér. Mér langar ekki að vera smothered hérna. Nei, svo líka svo fyndið, sko, level í honum er svo hátt. Já. Að ég talaði við hann eftir keppni, hann bara, já, bara leika mér að komast í headquarters og þegar hann var að fara úr og í úr og svo þegar var stuttu tími eftir og fóru bara smóður af. Ég bara, þú veist, að vera á þessu level og geta bara sagt þetta. Já. Það er djöfull eitthvað. Ég var akkurat, ég man ekki vikunni að tala hérna. Það var eitthvað, þetta er svolítið skrítið að gera þetta bara. Ég eitthvað, já, en það að geta farið og haldi þessari stjórn með hendina yfir munnunum á hverjum án þess að ég ná að losa aðra hendi eða snúa mér eða gera neitt fastur. Já, það er bara svona hátt stig. Já, hann er náttúrulega svaðalega háu leveli. Já, þú veist, þannig að þú veist, það er bara þegar ég sá að gera þetta, ég var bara já, ok, þetta er ekki flottasta svona submission sem ég séð. Þetta er nettasta submission. En þetta er rosalegt, sko. Þetta er kannski ekki mest sexy submission sem maður sér, en það veist, kontrólið að geta, þú ert með hann með jafn marga útlim og ég sko, hann á ekki að geta stjórna með svona. Hann er manna, frábært. Þetta er nefnilega, sko, eins og hann er að gera á keppnum við heima. Einu sem ég síðan verið vandræðum er Halldór Laufey fyrir Norðan. Annars er hann bara að leika sér. Það er náttúrulega líka bara, þú veist, þar eru stig, það eru stig allstaðar. Þessi er náttúrulega Halldór hvaðan þungur, hann er örgulega 150 kíló, hann er fokkin trölla manni, hann tók mig í bóndabeg og hélt mér. Ég var bara, ok, þetta er vandræðilegt. Já, en þú veist, það eru stig allstaðar, bara stundum. Það er það, við erum ekki komin á þetta level ennþá. Nei, ég er ekkert að stressa mig, ég er bara sattur, sko. Ég líði bara rosa vel að geta bara keppt plus 30, hvítbelti eða bara ógeðslega fínt. Já, það er með það sem vantarlega hérna heima, það eru mastersflokkarnir. Já. Ég er að keppa 16 til 20 eitthvað ára gamla kalla, eða stráka fyrir ekki. Og það er bara, það er allt hraðar,
skilur. Mikið hraðar, ég er þess vegna með gín. Þeir geta æft á þessu háa peysi sem að, þú veist, bæði ég og þú gætum ekki æft á alla daga, skilur. Nei. Þú veist, ég er bara búinn á því eftir að drilla með honum Úlla hérna í klukkutíma. Já. Það er ég bara eitthvað. Þá erum við líka í vinnu og við erum að gefa sko, og þú veist, í öllu lífinu. Sem fara út með hundinn og þú veist, maður er bara eitthvað. Hvað ekki Úli? Situr í skóla og kemur æfir, borða, fyrir að sofa, borða. Já, það er bara ógeðslega flott og ég er bara að vona að þeir líka, Orri líka og allir hinir strákarnir sem standa svo ógeðslega vel, skilur. Þeir eru að gera það. Og maður líka bara sér að þeir eru að glíma, það er bara, þetta er orðið ógeðslega flott hjá þeim. Þetta er ríkilega flott og líka Úli er alltaf að spurja ógeðslega mikið, ég er alltaf bara, kemtilegis, hvað þýðir þetta sem hann var að spurjað? Ég þarf þýðandi, hann talar svo mikið bara ég þarf að kalla með gesi í úsi eitthvað svona, ég er alltaf bara, ég skil ekkert. Já, hugtökin. En svo fæ ég einmitt, hann er bara að tala um hvernig hann á að setja fótinn inn þegar hann er í inside assi, hvort hann er að fara þarna, ég er alltaf, okkur sagði hann það bara ekki. Já, nei, einmitt, þetta er svona, þetta er eins, sagði hann, þú veist, þetta er náttúrulega þetta er svona svo geðveitt flókið tungumál, fullt af leiðum til að segja setningar, skilur við, þú veist, en ég kann bara 2 orð. Ég veit það. Ég er bara eitthvað, mount, back take. Svo er ég alltaf bakpoki. Já, bakpoki. Já, þetta. Nota krakkaorðir. Já, mjög þægilegt, sko. En, þú veist, þetta. Og síðan líka út maður horfir, þú veist, flesta sem maður sér á netinu er náttúrulega alltaf á ensku, sko. Já. Þannig maður svona, einhvern veginn, tekur þetta inn þaðan líka. Já, færi mig nær. Já. Erum alltaf færi sér fer. Færi sér fer, halla sér aftur og aftur. Maður notar alltaf þessi ensku orð. Það er alltaf ensku. Já, og það kannski líka bara er ekkert verra, skilur við. Þetta er sport sem er alþjóðlegt. Já. Þú veist, ef þú fer í tíma einhvers staðar út í útlandum. Enska. Þau munum tala ensku. Hugtökin verða langlíkrast einhver á ensku. Já. Nei, mér er í Frakklandi þýttur alltaf. Já. Ég fengur samt þetta Pólfur daginn. Já. Hann kom úr Mjölni og kom hingað. Hann bara, það er svo leiðilegt að vera í Mjölni, þeir tala bara íslensku þar. Ég bara, við erum nýkomin til landsins. Ég er búin að vera þetta í 3 eða 4 ár. Já. Ég er bara, við erum á Íslandi. Ja, þetta er líka bara, þetta er erfitt tungumál, sko. Þetta er það. Ég held að ég hef ekki hitt einhvern sem maður fættist ekki en að kom mjög ungur hérna sem talar ekki bara, þú veist, maður heyrir það mjög fljótt bara á hvernig hann beygir en nýtir orðin, sko. Veist, það er svona einn og einn sem er orðin bara alveg rebrannandi og þá er maður alltaf bara, wow, þú ert ógæslega góður í þessu. Já. Þú veist, og síðan segir hann alltaf í eina sendingu og hann er kom orð. Já, nákvæmlega. En já, ég náttúrulega, mér finnst ekkert verra þegar að það tekur tíman á ensku en út af því að ég er hættur að taka eftir því. Mér finnst það eiginlega oft líka bara þægilegra út af því að maður metið sem maður tekur inn, þú veist. Það er allt. Svo alla bækur sem ég hlusta á, þetta er allt á ensku. Já. Þannig og síðan var ég gæti í mörg ár, þannig að allt á ensku. Þú veist, ég geti keyrt með fólk Ísland en að tala á íslensku það er alveg lost, sko. Ég lendi oft í þessu bara í búðum, fólk talar ekki íslensku. Þannig að það er komið 2 tungumáli á Íslandi, ensku og íslenska. Já, og sérstaklega í ferðaþjónustu í geranum. Sérstaklega þar. Það talar enginn íslensku, þú veist, það er bara heppilegt, þú veist. Eða þú veist, ég hringi ekki í reyna ferðaþjónustaðal og reikna með því einhvern tala íslensku, það er bara... Það er ekki séns. Það er bara done, það er ekki þannig. Herðu, vandræðalegasta moment sem þú lenti á glímugólfinu? Á glímugólfinu? Ég man það ekki. Ég man ekki eftir einhverju vandræðalegu momentum, sko. Þú veist, það er alltaf vandræðalegt ef maður klúðrar einhverju svona, sá þetta fyrir. Mér fannst mjög vandræðalegt reynda þegar Pétur hérna tók, þegar hann er með spætigardinn, lúpar fætinn niður og svo rúlar hann yfir í triangle. Já. Og hann gerði þetta við mig, held ég, 3 sinnum í röð og ég bara svona í 3. skipti var ég bara með, þú veist, ég bara fann hann setja upp og ég veit hvað fara að gerast ég svona og það er moment sem ég byrja bara að hlæja því ég finn hérna, þú veist, maður er eitthvað reyna að gera eitthvað bak út eða eitthvað og ég vissi allan, þú veist, ég veit hvað hann er að gera. Já. En hann stýrir mig bara þannig að ég gæti ekki farið út. Bara í þetta er svona svo lendi kvíksindi. Já, mér finnst það vandræðalegt, sko. Já, mér finnst það vandræðalegt líka. 3 í röð. Það er svolítið vandræðalegt. Já, þetta er svona, þú veist,
það er mjög vandræðalegt annars er ekkert mjög mikið vandræðalegt jú, mest leiðilegt þegar hann Úlli tók hérna kalfslæsar á mér daginn eitthvað frábært þetta var klúður það var drepleðilegt þegar hann rúllaði inn í það svona randomli hann gerir það já, svolítið sneaky sko það var líka bara high level það er það já, meira heldur en að hann hafði ekki gert þetta áður og ekki reynt þetta áður þannig að ég hafði ekki hugmynd að væri að fara að sækja þetta sko. Þannig að einhvern læra alltaf rætt Herðu, skemmtilegast æfingafélagin? Mér finnst bara gaman að glíma við alla sko. Það er svo erfitt þetta er svona eins og að segja það er allt annað að glíma við þig heldur en að glíma við Símon eða glíma við eitthvað annan sem er að mæta á æfingar það er bara, þetta er heiminn og haf ég fæ allt annað út úr því að glíma við þig heldur en að glíma við Úlla eða glíma við eitthvað annan eða orra, maður fær allt annað út úr öllum æfingunum þannig að mér veist það er eiginlega erfiðara það er auðveldar að segja hverjir eru ekki góði glímufélagar skilur sem maður myndi aldrei gera en, það er eiginlega auðveldara því að maður fær ekkert út úr því það er sem lélega æfingafélag sem ekki að fá neitt en svona eins og bara daginn þegar ég var að glíma við þig ég fann alltaf það er alltaf miklu þéttari hérna þá þarf ég að byrja að díla við þetta öðruvísi og meðan það sem ég fæ því ég glími Úlla það ég þarf að díla við hlutina miklu hraðar ég þarf að vera miklu sneggra að bregðast við þegar hann gerir eitthvað og síðan bara reyna að vera ekki smashed allan daginn alltaf eða og síðan finnir maður alltaf þegar fólk bakkar með hlutina sko, maður svona, ég veit það, orðið ekki að reyna motherfucker er ég eitthvað djók fyrir þér? Ég hef verið skammað fyrir það bara, þú mátt alveg vera harðar ég er bara býð til að þú gerir eitthvað svo ég komist í stöðu það finnst það svolítið svona það var svona tímabil þar sem ég var að glíma við stelpur og þá var alltaf þú mátt alveg vera harðar og ég var alltaf bara ég bara býð til að þú hreyfið þig sko ég er ekki að fara að gefa þér neitt eins og með Pálínu það er bara full on hún er alltaf bara mæti til að drepa ég er alltaf ég er þreyttur þegar hún kemur ég púla kart ég er bara, það er mitt á Pálínu sko bara, það er bara 100% full on bensingjöðin í botn og bara það pace þannig að maður bara og það er líka bara frábært því að þá bara þarf maður að díla við það alltaf og þess vegna finnst mér eins og þegar við spilum uppáhalds æfingafélag þetta er svo mér finnst það mjög erfitt því að opið hugtak því að mér finnst erfitt að segja að mér finnst einn litur betur en annan litur þegar mér finnst þeir allir fókslega flottir það er gott að vera liflundur það er geggjað það er auðveldar að benda á það sem mér finnst ég ekki fá mikið úr ég er þetta sammála því það er auðveldar að heldur en hitt það er svolítið svoleiðis hvað finnst þið best við það að vera í Vappissi? Mér finnst bara ógeðslega næs að vera hérna það er örugglega það sem að mér finnst best og líka það bara að maður svona andrúmsloftið er rosa bara rólegt eða það er ekki svona það er aldrei neitt eitthvað þetta er ekki svona keppnis að drepa konan nei, en síðan þegar maður vilja það, þá er það bara ekkert mál þá er það ekkert mál þá fólk bara til í að setja sig á þann gír og það er alltaf svona samvinnu því alltaf það er eiginlega það kemur bara frá top down skilur það er bara þjálfarnir að maður bara það er þetta pace er núna skilur og síðan er eitthvað svona og það er þannig taktur á öllu eiginlega maður þarf eiginlega aldrei það er á þess að segja neitt þá bara svona það gefið og þá bara annarkvæmt fylgir maður ekki og þá ef maður fylgir ekki þá er hægt á sér allt í það er bara frábært það finnst mér rosa gott það er oftast að elta peysi á okkur öðrum veist það alveg yndislegt og bara svona keeping up skilur og líka er ekkert eitthvað svona það er aldrei farið með neitt svona of langt eða eitthvað of aggressíft skilur eins og þegar þú komið með Kimura það er ekki verið að pressa þessu aðeins lengra bara for shits and giggles og það er þannig að mér finnst ég hef aldrei meitt með þannig á æfingu eina sem er bara það ég verið þreyttur í liðamótum og þreyttur eitthvað staður og það bara aðeins að stoppa allir að tegja og nutta og bara hreyfa mig gegn það sko sem að ég veit svo sem ekkert hvernig það er öðruvísi annar staðar sko í dag sko. Ég lendi því að menn hafa reynt að slíta bara hendina annar staðar og það er okkur ég er svona bara ég er góður sko mér langar ekkert að prófa það
en það er líka, þú veist, ég myndi bara tappa og fara ég myndi bara tappa og fara til hliðar ég myndi ekki nenni því. Nei, ég var tekin í Kimura annar staðar og ég sagði við hann bara, þú veist, ég nenni ekki að glíma þetta að glíma svona. Svo hitt ég nokkrum mánuðin setna og glímdi við hann fullkomið. Já, hann var bara nýr. Já, það er stundum líka bara að nefna það, skilur bara, hey, góð samskipti. Bara aðeins rólegri, þú veist. Þetta er þess að ég sagði alltaf í Pálinu, ég verð bara á þínu peysi. Svo byrjar hún bara, nei, ég er bara að púla kart, ég verð ekki á þínu peysi. Ég nenni því ekki. Nei, ég nenni ekki eldast það. En það er bara frábært. Mér finnst líka bara allir alltaf ógeðslega næs. Það er ákveðið, sko, ég nefndi þetta við áðan, það er ákveðið svona stemming þegar maður mætir inn í öll bardagagym. Það er ákveðin lykt. Ég veit ekki hvað það er. Sammála. Það er eitthvað bara frá því ég fór fyrst niður í Mjölni, síðan þegar ég farið niður í Reykjavík að má, farið niður í, þú veist, þegar ég fór niður í loftkastari á Mjölni eða fór þannig upp í Hlíðarenda, hvað sem þetta heitir, Öskjuhlíðina. Það er alltaf sama hana lykt, einhver svona fighting, svita, blóðlykt og það er alltaf sama hana, hvað ég segja, það er alvarlegt andrúmsloft inn í öllum bardagagym, skilur, það skiptir ekki máli, þetta er kontakt íþrótt, þetta er full force, skilur, þú veist, þannig að það sé búið að létta á því, það finnst mér rosa þægilegt, þú veist, fyrsta skipt sem maður kemur inn, þá er fyrsta viðmótið að kannski mætir einhver út úr flúra 2 metra gaur, bara hella massaður sem að því mæti minn fyrst með Nóa ég man ekki hver það var sem labbaði á móti okkur, það var einhver boxari hérna alveg hel massaður, út úr flúraður bara sveittar en allt að rölda bara eitthvað hérna hann bara labbaði inn og sem bara nei, ætlaði að labba út, skilur hann var bara, neip, þetta er ekki staður þetta var bara hana bara mesta stereotýpa af svona box dúta, skilur ykkur, bara ógeðslega næs bara, en það þú veist, eftir þetta svona fyrsta instinkt að það sé orðið létt andrúmsloft, það er bara svo frábært, þú veist, og þegar fólk mætir inn og þú veist, þetta er scary, skilur fyrir alla sem kom inn og hafa ekki verið í bardagaíþróttum eða hafa ekki verið í þessu þú veist, að sjá eitthvað leið sem er að sparki púða eða þú veist, eins og þegar maður hefur labbað henni upp og Pálína eftir hérna við vorum úti, kemur henni með rísa glóður það kemur einhver lítið kona henni og hún er bara eitthvað með rísa glóður og maður bara eitthvað auðvitað það er ákveðið andrúmsloft inn í öllum svona bardagagym og það sé búið að taka svolítið alvarleikann úr því, skilur út af þetta er sport, þetta er ekki við erum ekki hérna til þess að drepa hvort annað, sko. Nei. Allir vinir. Finnur líka bara eins og ópumöttunum og ræfingum þegar maður fer hérna annar staðar, það allir eru velkomnir. Þú veist, þetta er svo þægilegt samfélag, þetta er í þessu samfélag, það er alltaf bara, hei, vilt þú glíma og svo er bara, þú veist, reyndar eins og upp í Reykjavík MMA, þegar ég fer þangað, þá er alltaf bara, þú veist, að því að þekkjum við kannski bara, er þér illt eitthvað staðar? Ég er bara, nei, ég er góður, ok, gamli, bara takk. Maður finnur það líka eins og hérna, sko, maður er illt eitthvað, þú veist, eins og Pálína fór í fætinum, það var bara, herði, mér illt í þessu fæti og bara passa maður fótunum. Já, og það er líka bara þá, þú veist, eins og ég var að glíma það neitt, þú var illt í fætinum og maður vill aldrei meiða hann, skilur. Og þegar maður, þú veist, eins og daginn bara líka brakaði mér eitthvað þegar Símon var að rúllaði sér hérna eitthvað, og brakaði bara, þú veist, í hnén á mér eitthvað og það var ekkert issue, þetta var bara brak bara brak út að brakaði og hann bara fraus leið, skilur, bara hægði á sér leið bara hann leita á mig eitthvað, allt í lagi bara, hefðist þannig að það finnst mér skipta, þú veist, það er það sem gerir geggjað að vera hérna, þú veist, bara það sé næs, þú veist, það er allir bara að koma inn til þess að vera betri, það er enginn að koma inn til þess að nýðast á þér. Nei, enda líka held ég að það var nú tekið helvíti hart af því. Já, þú veist. Ég held að þetta sé ekki neinstæðir neinu gimmum á Íslandi í dag, svona bara að gimma að sé ykkur að fá að nýðast á einhverjum. Nei, eða bara líka fara of aggressíft í eitthvað sem er ekki... Jú, þegar maður nýr þá gerir maður þetta, ég álega sög á því, ég fór og tók eitthvað fótalás eða eitthvað fótadæmi hjá henni í Þórunu, alveg tók þess mikið gat og svo þegar voru búin að glíma, kom Daði bara, herðu, þú þarft ekki að nota krafta hér og bara tók maður við eða samtal og ég bara, já, ok, ég skil þetta. Já, sérstaklega, þú veist, eins og með þetta fótalása dæmi, þú veist, ef þú ferð full force í það eins og þú værir að keppa, þetta getur bara eyðilagt hálft ár hjá okkur, ekki bara æfingarlega, þetta bara... Þú getur verið permanently scarred eftir svona. Já, þú veist, þannig að maður bara gerir ekkert af þannig, þú veist, þú lendir í stöðunni, er þetta komið? Flestir eru eiginlega bara búin að tapa svona þegar þetta dettur inn, skilur við. Og stundum þarf maður að klára og þá eru þau ekki búin að tapa út að þetta er ekki komið, skilur við. Og þessi skilningur bara er, það er held ég bara top down. Það er út af því að þetta er kennt. Og sýnt fram á það bara frá byrjun.
það er Þetta svolítið bara rúlla þannig. ég finn þú veist, ég kom í hílúku eitthvað og þá bara stoppa ég og svo horfi ég á aðilann og það er svona annarkvæmt allar hann að snúa sér og ef hann allar snúa sér þá slepp ég en ef þetta er eitthvað vanur og þú veist, þú ert fastur þetta er svo ég með daðarslist þú veist, þegar ég er fastur þá er ég bara fastur og ég er bara að tappa það þarf ekkert að fara lengur með þetta Nei, og þú veist, það vita báði skilningurinn ætti að vera freka fljótur að koma að báðir aðalar vita þetta er næsta stig er bara þú veist slíta nú lappað þú ekki félagi skilur við þetta sé að keppaði Stefán Fannar á Akureyri hann náði fótnum, tók hílhúkinu og horfði á mig og ég bara takk Stefán minn takk fyrir að stoppa þú veist, þetta kallaði mikla virðingu þú veist, þetta er mót á Akureyri þú veist, það er ekkert verið að brjóta þetta er svo gaurinn sem var að keppaði á hérna Reykjavík Only eða Sub Only hann var að reyna að vera reiður og þú veist, út í mig og eitthvað svona og ég var alltaf að koma til hans bara hún lítur vel út í dag hún var að prósa hann bara gaur ég er að reyna að vera reiður ég sagði til hvers er það að reyna að vera reiður til að brjóta og þú veist fyrir mér allavega með þetta er ekki alvarlega en þetta er þú veist á mótum og með þetta skiptir genuinely ekki máli eftir 2 ár eða eftir hálft það man enginn eftir Íslandsmeistarmótinu fyrsta sem ég tók þátt í nei það mun enginn mun eftir næstu Íslandsmeistarmótinu kannski ekki svo sem vann skilur hann mun muna og þú veist ég ætla að vinna þú veist ég ætla að vinna blábeltis flotting og þú veist þegar það er verið að keppa og þú veist það er svona bestu aðeins er að keppa maður kannski eftir hverjir unnu sína flokka sem voru þessi sem voru horfið á þessu getur maður ekki hort á allt saman þetta er svo rosa margir það gerist líka svo hratt hvað er allir svo margir á Íslandsmeistarmótinu það er góð spurning hvað voru 6 dínur í gangi í fyrra það ekki? það voru 4 það er bara 4 dínur sem er í gangi þetta gekk samt vel sko strakkarnir voru fyrst og svo seinni hlutin fullunir þetta gekk ógeðslega hratt og vel eina er bara þegar maður fer þarna niður í Ármann líka maður er netlaus nei, það er wifi ég veit það þá kannski maður brýst inn á þetta wifi þá maður netlaus ég skal láta það fá passvörði þetta er samt stemning að fara í Ármann það er ógeðslega gaman lítið og nett þetta er líka, ég veit ekki hvað þetta er svo dojo-legt eitthvað þetta er dojo, þetta er judo-dojo þetta er algjört dojo judo-kalli upp og hefur þið tekið til spjöldunum sem er þetta, hvað þú ætti að gera til þess að vera blábelti, rautt, nei, hvitt ég sá það mér finnst það geðveikt það er sko eina sem ég finnst alltaf við þetta er þessi beltapæling sko því að þú veist það getur verið lið sem er bara búið að vera að mæta í 10 ár með hvítbelti hefur bara aldrei mætt á gráðun er bara kannski nógi þú veist eru bara honir ógeðslega góðir en svo er líka það, þú veist, sumir sem eru að fara með til gimma og eru bara gegn góður, þú veist, og þeir eru bara blábelti í 10-15 ár og það er bara gjörsamlega valið en þú veist, en þá líka bara svona ef að sá aðili fyrir keppir á móti í blábelti þú veist, þá er hann svona kannski hugsanlega betur en það eða segjum að hann er hvítbelti og það er algjör sandbagging það er algjör sandbagging, þetta er svona svipaði sem að færi þess að ef að ég væri búin að æfa núna þetta mikið og allt þetta væri ennþá bara hvítbelti sem myndi dominita bara alla flokkana þetta fari í heavyweight þú veist, það væri samt ömurlegt fyrir hina þú veist, ég skil vel ef þú ert að fara eins og hérna Símon, hann var að fara út að keppa á og þeir voru búin að gefa hann blábelti þannig að ég veit ekki keppa þessu hvítbelti og ég skil það rosa vel en það líka bara, hann stóð svo ógeðslega vel en það voru líka bara nokkrir á því stíð að vera dett upp í blábelti þessi einingur sem hann tapa á móti þennan einu sinni eða eitthvað þú veist, sá gaur er bara borderline skilur og það er örugglega bara hann er örugglega bara á svipuðum stað og Símon með það að vera dett inn í algjörlega þannig að þetta er svo líka bara, þú veist, Eiður segir alltaf um mig þetta er þín vegferð og mín þessi staði, mín og Daða þetta er vegferðin okkar, þú veist, þannig að ef að mér langar í næsta belti og fyrir bara að spjalla við hann og bara hvað þarf ég að gera, hvað viltu fá út um mér hvernig þarf ég að höndla þetta þetta er svona, en það er líka það sem gerir þessi belti svo miklu meira valuable sko. Ég er náttúrulega líka með rautt belti í karate skilur flottur, bjó fyrir ofan Þórshamar karate þannig ég var þar í einhver 3 ára eitthvað 8, 9, 10 ára eitthvað þú veist en það er líka bara það er sumt sem ég enn þann daginn í dag man eftir það sem er ógeðslega flott sem þeir gera sko. eins og þeir hita alltaf upp á sama hátt það er ástæðan af hverju þeir eru allir liðir það er saman svo Helgi Rafn sagði þetta er uppbytunni í þessu þú veist þetta er bara hjá okkur þá svona aðeins að hreyfa með mér aðeins að koma okkur í gangi ég þannig að mér finnst bara
brilljant að hreyfa mig þess áður ég fer að gera eitthvað, þú veist, ég á mjög erfitt, en ég líka finna að ef ég er ekki duglegur að, þú veist, tegja og hreyfa axlina á mér almennilega, þá verði ég bara ógeðslega stífur þeim og verði illt niður hendurna bara út af því að maður er að freyma, þú veist, maður er alltaf að nota þetta og ef ég er ekki að losa þetta til þess að opna þetta aftur, þá verði ég bara ógeðslega stífur og líður illa og ég allavega kveiki sjálfur á því að bara, ok, ég veit hvað ég þarf að gera því, þú veist, það er náttúrulega sérstaklega að maður er að æfa svo crossfitið, þannig að maður er alltaf í hakki, maður er alltaf bara erfitt með að standa og labba, sko, það er svo mikil maður vinnur svo mikið því þú veist, þú ert alltaf að gera eitthvað er þetta ekki alltaf, þú veist, axlir og jú, en það er líka bara að þú ert alltaf að gera eitthvað sem er alveg bara redlinear þig í x langan tíma, skilur, hvort sem það séu 5 mínútur eða 40 mínútur, þú ert alltaf alveg svona á mörkurum á því, þú veist, ég dáist að þessu liði sem er þú veist, þú ert bara alltaf í sársauka bara alltaf í þessum svona bara andlegu baráttu við að hætta ekki bara allt klart maður þarf líka að finna það eins og í glímunni sko, þú veist, þegar ég var að fara undir einhvern hann var með mig í side control, þá var ég bara tapa, bara panic tap svo mitt lærðist það, þannig að eins og í crossfitinu þetta er örugglega bara mental state sem er bara ok, það er ekki nóg mikill sársauki, ég ætla að fara aðeins lengra ég held að sé enginn sem þolir jafn mikið af svona bara physical þreytu og þetta crossfiti enda líka manni eftir því ég var að horfa á heimsleikana þegar Anni fekk hérna bara eitthvað heatstroke og þegar hún var að gera æfingu sem heitir Murph þú veist, það er mílu hlaup 100 uppbyggingar 200 arbeigur 300 hnipir eða eitthvað og síðan önnur míla og þau voru að gera þetta bara í 40 stiga hita út í Kaliforníu enda líka helmingurinn að liðinu bara át eftir það skilur en þau líka bara hlaupu og það myndaði einnig það svona slefandi sko bara autopilot að hlaupi við marklínuna sem bara hrynur og niður þú veist það er svona þú veist þetta er miklu auðveldara þetta er ógeðslega næs mér finnst alltaf að þurfa að anda smá svitin á mér sko það er ekkert máli þú veist þarna ertu þú veist þú hefur stjórn á þessu en í crossfitinu þá þú veist þú þarft að klára þetta já þú veist eða bara líka það sem ég var að segja á þannig þú veist levelið þarf bara þú ert að æfa þessu levelið þá ert að æfa þessu levelið og það er svona fyrir það sem ætla að vera mjög góður í þessu þeir þurfa að æfa á sama level og eitthvað sem er að æfa úti og hann er kannski að glíma í 2 tíma á dag og 2 tíma á dag og er síðan í bara hörku formi með því ógeðslega sterkur í fótunum, ógeðslega sterkur í eflíkamum kjarninn á hann kannski bara bilaðslega sterkur, getur hreyft sig bara mjög efficiently skilur eins og þegar maður horfir á þess að wrestlera maður er bara Jesus Christ þetta eru skepnur þeir eru síðan þegar þeir komið þetta, þeir eru miklu þjættar en allir sem að byrja eitthvað dúlla fyrir þessu ég er bara, þú veist, finna núna þú veist, komur þennan aldrei á þetta bara leiði ég fórum að styrkja með þetta þú veist, það fann ég svona, ok, ég get verið betri í þessu svo fóru strákarnir að styrkja sig, þeir eru betri svo koma svona hobbyistar og ég finn alveg, þú veist, svo mikinn mun ég er að gera þetta til þess að keppa að vera Evrópumeistari og heimsmeistari þannig að þú veist, ég þarf að halda mig sem pro-athlete og svo eins og hérna hann Arnar Andersen hérna, hann er bara komið að leika sér og þú veist, mér finnst það svo gaman mér er svo gaman hvað er fjölbreyttur hópur því hann gefur mér jafn mikið eins og Daði bara allt öðru sér það er bara allt öðru sér þú spurður á hann hver er besti æfingafélag það er, þú veist, ég fæ 1 úr einum og annað út einum og ég vonaði bara að henni sé upplýða það sama skilur það hlýtur að vera já, bara maður liður það er bara einu sem hjálpar að maður smygt króka minn hér og þar já, það er með þessu Davíð hérna, hann er örgulega 2 metrar alltaf það fyrir side control, þá kemur hann báðu krókunum mínu og ég er alltaf gaur, fæturnir er 1,5 metri hvernig getur þú komið þessu fyrir já, þetta er bara svona já, komið fram þetta er magnað líka bara þetta er bara ógeðslega skemmtileg sport ég veit ekki, þetta er eitthvað sem að mér finnst bara að þetta ætti að vera sporti sem að allir krakkar gera í grunnskólaíþróttum bara, núna ætlum við bara að fara og heyrin dýna og nú ætlum við bara reyna að halda hver öðru niðri þetta skiptist það myndi hjálpa rosa mikið með andlegt að gera þetta andlegt og líkandi að halda það er sem við komum inn í byrjunartímanur og þetta og þess að við vorum að stekja bara það að þeir eru sérst þannig að þeir byrju því að halda mig niðri ég fer, svo held ég þeim niðri þá sjá þeir hvað þú ert virkilega varnarlaus ef ykkur heldur niðri sem kann eitthvað smá í vitsu þú ert bara fuck ég akkurat líka bara í gær bara óbemandin, ég var bara eitthvað
sagði Pétur, hvernig helstu með hana? Ég skilði það ekki, þú varst ekki á mér. Já. En þú veist, það var bara búin að grípa í mjöðmenn á mér, ég fann ekki fyrir því, skilur, ég vissi ekki á því. Þannig ég bara, þú veist, það var space hérna, en ég skil ekki alveg, hann eitthvað, já, svona. Þetta basically bara tekur hérna grossið sitt, svo leggur hendurna með mjöðmenna, þá ertu búin að festa þessi ykkur megin, það er ógeðslega mikið pláss. Það er bara hellingspláss, þetta er bara ógeðslega weird. Ég lenti í þessu og ég bara, herru, ég kemst ekki þangað, þá, þú veist, ég var bara svo fastur, ég var bara, fuck. Já, þetta er bara, þú veist, þess vegna eins og maður segir, maður er bara mörg stig og maður er mikið eftir. Að nóg eftir. Og þetta er eitthvað sem ég held að maður getur dúllað sig við bara í áratugi, sko. Ég ætla að vera þess að þá get ég drefs bara, gaman kall. Það er svona eins og svona gömlu kallanir svona rölda inn á og svona rúllaðir svona. Masters 7. Já. Ég samt að vera dætt í Masters 4. Já, hvað er það? Það er 46 plus. Já, 6 plus. Þú ert svo hundgamall maður. Ég er fokkin eldgamall. Þetta er svo skemmtilegt. Þess að við varum á Evrópumeistaramótinu þá sá ég með, sko, ég held að vera Master 7 fyrir eitthvað nátt og hann svona labbaði svona eldgamli kalla með grátt skegg og eitthvað. Svo fór þeir bara að glíma og það var ekkert eitthvað róleg glíma. Það var alveg bara svona, þú veist, vel áhrifaríkt og gott hjá þeim bara að keyra hvern annan niður. En þetta voru svörtbelti þannig að maður sá hvað þetta var ógeðslega high level. Já. Skoðir sem voru búin að vera, þú veist, í þessu örugglega, þú veist, 50 ár. Já, allavega mjög lengi. Eða, þú veist, ég horfði á fullt af keppnum, maður er alltaf að horfa á okkur á YouTube. Já. Og, þú veist, sjá sem þessum, þú veist, eldri köllum sem er að glíma á móti sliði sem er kannski 30 árum yngri, 50-60 kallar að glíma einhverja 20 stráka og í gíinu, þú veist, maður bara eitthvað svona. Þeir eru fókt þessum ykkur. Bara eitthvað, báður saman með svartbelti, þú veist. Já. Þetta er bara, þú veist, hvítabelti veit svona mikið, bláabelti veit svona, fjólubláð svona, brúna kannski komið hinga og síðan er restin eftir. Já, þetta er fokkin langt. Þú veist, þú komið 10% af leiðinni þannig að þú ert komið svartbelti. Já, þetta er mest gaman að þú veist að vera að stúdera einmitt svona alls konar, svo horfi ég okkur í keppnur og þá bara gerir einhver eitthvað og ég bara aldrei séð þetta á þér. Þú veist, bara hvernig virkar þetta? Svo fer maður að skoða gaurinn og þá er hann einmitt að æfa. Þetta er svo hérna Fabricio, held ég hann heiti Fernando Fabricio. Hann er í Deep Health og tekur alltaf þetta undir og þegar ég var í Deep Healthinu þá bara horfði ég á hann hverjum einasta degi og lærði ekki eitthvað mikið. Svo var ég að horfa á einhvern annan daginn og hann fór allt öðru sinni í Deep Health en enda samt á sama staði. Ég var bara, Þetta er fullt að leiðum til þess að segja hlutina, sko. Endalaust. Þetta er svo tapp, þú þarft að leggja út og það eru fullt að leiðum til að koma. Já, nema bara í tablið þarft ekki að drukna í svita hjá okkur öðrum á middeltíðinni. Fyrir utan þá, sérstaklega sem við daða þessum helvitis bómölduból. Ég er reynda farin að vera í bómölduból líka. Ég skil ekki að ég geta það. Mér finnst ég alltaf vera að festast einhvern veginn við alla. Ég komst að því, ef ég er í bómölduból þá er þú fastar en ég. Já. Þannig að ég sé á hverju daðir í þessu. Þegar leið og þú er komin undir og þetta hreyfa þig, þá fer bólun og ég er svona, ok, þannig er hendi. Já, en það make sense. Já, ég held að, þú veist, já, ég held að það er að prófa maður fram í þessu. Já, þetta er bara, þú veist, það er svo marga breytur í öllum þú veist, bara, þú veist, að veri svona síðarma þrönguból eða ekki, það munar bara hvernig fólk getur gripið í mann, sko. Já, eins og spatsarnir. Já. Mér mjög gott að vera það, ég losnaði mikið á fótalossum, þannig ég hætti að vera því, svo það sé betra að taka mig fótaloss og ég geti læst betur. Þetta er bara endalaust. Þetta er endalaust. Við ætlum að fara að hætta þessu, við ætlum að fara að sinna fjölskyldunum núna á sunnudegi. Já, fínt. Sinna þeim aðeins. Þetta er búin að fara út með það aðeins. Ég er ekki búin að fara með mín ennþá út. Þú fórst í fjöruferði í gær, eða ekki? Nei, krökkunum var bara stóla af mér. Önnu fór til frænku sinnar og hinn fór bara á hlaupahjól. Þannig ég fór bara að kíkja á kærustuna. Já, það er bara betra. Það er mikið betra, þú veist ekki að gera neitt. Takk fyrir mig, Gumi, þetta var frábært. Takk sem leiðis, þetta var ekki. Sjáumst fljótlega.